Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu þetta kyrrláta mánudagskvöld en það er ólga undir niðri, 5 dagar í Evrópukosninguna, sum okkar orðin hundleið á þessu ástandi en aðrir eru spenntir og glaðir og vígreifir. Gunnar Smári er hér með mér, hvernig ertu stemdur þennan daginn fyrir þessari Evrópukosningu? Bara fínt, ég hef nú mitt er svolítið gaman. Já. Þetta er stór ákvörðun sem er lögð í hendurnar á fólki. Já. Og ég held allir séu bara að taka ákvörðun út frá ég veit eiginlega ekki hverju sko. Ég er eiginlega, því meira sem ég tala við fólk Evrópumál, þá finnst mér þetta að vera svona sjálfsmyndar spurning. Já. Hvernig fólk upplifir sig svona. Ég held að sé margt sem er sagt og svona er eiginlega snertir eiginlega ekkert það sem að fær fólk til að taka ákvörðun sko. Ég held að það sem að neyjarar og jáarar er að kasta sín á milli sé ekki alltaf það sem að ræður því út frá hverju fólk tekur ákvörðun. Heldur við fólk að réttlæta ákvörðun sem er búið að taka. Já, og ég er líka svolítið sammála því sem kom fram í þættinum hjá ykkur þarna í Sonum Egils í gær. Að í dag er held ég allt sagt sem hægt er að segja. Já, þess vegna ég held að það sé ekki nett að taka þátt í þessari umræðu. Þannig ég bara sé ekki hvað þyrfti að segja til viðbótar. Nei. En kannski er það ágætt að einhver leyti held ég að þetta hafi svona verið að renna upp fyrir fólki kannski bara síðustu 2-3 daga og kannski kemur eitthvað svona annar tónn í þetta núna, ég veit það ekki. Þannig að þeir sem eru ákafastu, þeir munu halda bara áfram sínu málflutningi. Og ég veit ekki svo sem hvort það geti komið einhver nýr tónn eða nýr rödd inn í þetta. Ég held þetta snúist náttúrulega þeir sem eru ákafastir í því að í baráttunni hljóta að horfa á það hvernig fæ ég mitt fólk til þess að mæta á kjörstað. Já. Og þá kannski fara fylkingarnar að eins og stundum með fyrir kosningar þá sendi eitthvað svona ákveðið á eldra fólk. Eitthvað var að segja það að eldra fólk væri að fá það núna að lífeyrisinneignin myndi gufa upp eða fara í Evrópusambandið. Það er eitthvað að senda það inn í og sérlega ekki að svipa til ungs fólks og svona. Þannig að ég held að svona glundróðin í þessari kosningabaráttu er eiginlega meiri heldur en ég sé á það sko. Helga Bryndís, píanisti, hún skrifar færslu á Facebook í dag, hún fór í sund í gær og þar var einhver kona bara í búningsklefanum sem sagði henni hróðug að hún væri búin að kjósa og hún var búin að segja nei. Og það væri vegna þess að hún vildi ekki að börnin hennar og barnabörnin yrðu öll kölluð í Evrópuherinn. Þannig að sko við kjósum með alls konar forsendur, sumar eru ímyndaðar, uppdiktaðar eða svona á vafa. Ég held að þetta sé tjáning á ykkur. Eða vafasömum forsendum. Ég held að þurfum nú að segja þetta. Ég er ekkert víst að hún trúir sér umhverflega. Hún er bara einhvern veginn að tjá eitthvað að við sógumst inn í eitthvað sem við ráðum ekki við. Ég veit ekki hvaða tjáning þetta er sko. Því að mikið af því sem er sagt er ekki svona rétt í svona venjulegu skilningi. Ekki nefn að vera að líða kosningum og við viljum á svona trumpisku tímum. Þá verður það alls konar hlutir bara réttir. Já. Svo spyr maður sér líka hvernig þessi umræða hefði orðið ef til dæmis formönnum stjórnmálaflokkana hefði tekist að halda sig bara til hlés. Ég veit að þeir eru nú mismikið. Þeir hafa gert það sko, beitt sem mismikið. Guðrún og Lilja kannski svona Sigmundur náttúrulega. Sigmundur er mjög ákafur og Þorgerður og Kristrún finnst mér vera næstu því til hlés. Já, næstu eins og einhvers þar í bakhauðun á henni sé að hugsanlega vinni neyið og hún ætla ekki að investra of mikið í jáið til þess að skaðast ekki. Inga gerir ekki neitt. Já, er hún ekki bara sigurvegari í síðustu vikna? Einmitt fyrir að hafa bara haldið þessar höndum og ekki sagt neitt. Ég er nú grunum að segja já, þótt hún segi með munninum að segja nei. Kannski, en mér finnst það gott hjá henni. En ég er ekki að segja, ég er bara það sem að maður les út úr henni, hún er svo
það svo erfitt að lesa hana að maður segir eitthvað svona þvæli eins og ég var að segja áðan. En það verður öðrum þræði, þetta sem myndist á áðan sko, það verður öðrum þræði umræða í rauninni báðum viðtölunum sem ég með í kvöld við Rauðaborðið. Það að sko tímasetningin erfið, við erum með afleita fjölmiðlun, mjög veika fjölmiðlun, við erum með mjög hlutdræga fjölmiðlun. Það mun ekkert skána. Það mun ekkert skána en þetta samt, þetta vondur tími fyrir þjóðar. Þetta ekkert að skána. Fyrir atkvæðagreiðslu svona mikilvægt mál að mörgu leyti. Fjölmiðlarnir verða ekkert betri eftir 2 ár eða 4 ár. Sennilega ekki. Nei. En maður finnur fyrir. Það var þetta frétt fjölmiðl í dag að Síminn hætti við að kaupa fjölmiðlar sínar. Já, þeir voru bara búin að segja að þetta væri frágengið, það ákomi verðmiði 5 milljarðar og... Það var náttúrulega eftir eitthvað svona... endurskotinu þetta farið yfir þetta og hlutabréfunni sín fjallu en hækkuð í Símanum. Það sést hvað fyrirbrigði fjölmiðlarnir eru, þeir eru svo bara úldið epli. Það í seint sem að við myndum hafa ágóða því að setja samstöðuna á hlutabréfamarkað. Heit kartefla, sá sem heldur á henni hann tapar. Já, það svolítið þannig. Kannski það var talað það áður en að Síminn sendi inn þetta tilboð að Mokkin hefði áhuga á fjölmiðlum sínar. Allavega ljóst að Sín hefur ekki áhuga á fjölmiðlum sínar. Nei. Vilja losna við þetta. Þau tapa alveg gríðarlega og þeir verða annarkvort verður að losa sig við fjölmiðlana eða bara fara af markaði sko. Sem ég held að sé ekki hægt fyrir þá. Því að eigendurnir eru náttúrulega þó að séu þarna einhverjir hópar sem hafa verið að glíma undirtökin í þessu. Það held ég sé samt þannig að lífeyrissjóðirnir og félagar eigi sko 60% í þessu. Eða hvað? Ég hugsa að það sé hátt hlutfall sko. Allavega held ég sé flóki fyrir þá að fara af markaði. Kostar skildingin. En fjölmiðlarekstur bara þannig hann hefur ekkert að gera í skráð félag sem að metið út frá sko framlegð og þessum hefðbundu bara ekki neitt. Það ekki hægt að reka fjölmiðla sem svona venjulegt fyrirtæki í dag. Þetta þú. En hvernig finnst þér þú tekur mikið þátt í umræðinni sig? Ég tek svolítið þátt í umræðinni. Ákafur í áari? Já. Þú ert ekki leiður á því að vera... Ég ákafur jáari í þessum legg en ég tel að minnstakosti 50% líkur á að ég segi nei í næsta legg en mér langar bara til þess að klára þetta reyflildi. En þú ekki búin með allt sem þú þetta að segja? Jú, kannski samt sko það svona eins og þarna var þetta viðtal hjá RÚV í morgun það sem norskur blaðamaður var að bera saman að það sem honum finnst vanta í umræðina hér, það væri það hvað EES-samningurinn stæði í rauninni veikum fótum við mættum alveg ræða það aðeins. Norðmennirnir eru sáttur við EES eða ekki? Já, ég heldur séu bara aðalega samkvæmt því sem hann segir í sem maður bara búið sig undir einhvern glæni hann veruleika. Já, það er náttúrulega samningurinn átti ekki að vera hann átti bara að vera til mjög skamms tíma. Já. Og nú 3 af löndunum sem voru EFTA megin sem að gengu í Evrópusambandið bara árið seinna. Já. Þannig þetta var alltaf að hugsa sem svona forgarður að musterinu. En sko ég ekki gert ráð fyrir því að lönd myndu hanga þarna inn í áratugum saman sko. Nei. En þetta er mjög óeðlugur samningur eins og við erum að samþykja allan ámskotan sem við höfum ekkert með að segja sko. Þannig að þetta sumuleyti það óeðlileg staða að vera tengdur í EES að veikasta fullveldis staðan. Já. Því að það er svo skrítið því að neyjarannir eru frekar að tala fullveldi. Að það er eiginlega EES-staðan sem að dregur mest niður fullveldi, það sem þú er eiginlega ekkert með að gera. Þannig að jáarnir getur haldið fram að það væri til þess að bæta fullveldið að ganga inn. Já. Og neyjarnir eru þá að segja að við erum bara að segja upp EES-samningnum ef við ætlum að ná fullveldin aftur. Já. En ég fann það mjög skýrt á menningarnótt sem ég reyndi nú að taka heiðarlega mikið töluverðan þátt í þrátt fyrir rigninguna. Það er alltaf þannig á menningarnótt að maður hittir hellingafólki sem maður hefur ekki séð lengi og það voru margir sem hnipptu í mig
og annarkot fannst gott hjá mér að ég væri að taka bara opinberlega afstöðu með að segja já núna eða voru alveg brjálæðir og sko og ég skynjaði það sem sagt svo vel og sterkt hvað tilfinningarnar eru miklar og stórar hjá fólki, jafnvel í mígandi rigningu á menningarnótt. Ég hef tekið viðtölu sko jáara og neyjara og mín hugmynd bara svo að tala svolítið gegn þeim til þess að fólk brýni svona rök sín. Þannig ég tala eins og jáari við neyjarana og ögt. Því það bara, ef maður segir bara að já einmitt, þá færði enginn rök. Nei. En svo var ég því að skiptum með okkur þættinum í gerð, þannig ég var frammi. Og þá kom maður og hældi mér fyrir viðtölin. En bara hjá þeim sem voru honum sammála. Svo kom annar og hældi líka viðtölunum og það var alveg hinn viðtölin. Þannig að fólk rosalega litað að þessu, finnst alveg brilljant að heyra rök þeirra sem eru sammálaðum, en alveg hryllilegt að heyra rökina. Já, en sko, á morgun ég með einhverja hópumræðu og ég bóka þó mann sem er alveg harður gegn jáinu og neyjari, en sko stærri fjölmiðlar eins og Mogginn. Hvernig finnst þér staða Moggans vera núna? Og til dæmis eftir þessa fréttan á laugardaginn, þar sem að bara allt fræðamannasamfélagið bara rekur upp fréttin og gerir hann að engu. Ekki allt fræðamann, það voru þessi 3 sem að vitna í. Allir sem var vitna í. Þau konnuðust ekki við, túlkun var ekki Stefán Einar sem var með það. Jú, og svo þetta með þessi drengir þarna, þessi hópur, þetta var alltaf sagt þetta væri svona ritstjórn í kringu Davíð Oddsson þarna á sín tíma. Það væri 2 ritstjórnir, annar sem var venjuleg ritstjórn og svo svona stjórnmála ritstjórn þar sem væri alltaf inn í einhverjum herbergi og mikið að hlæja. Venjulegir og svartstakkar, kannski. Og mér finnst það fólk bara að vera eðalegja Moggann, sko. Já, en svo erum við líka með blað eins og DFF, sem við lesum líka með miklu gleraugunum. Þannig að þetta svo svona, það betra að þú vitir af gleraugunum, heldur hún að sérst að bara trúa einhverju án gagnrýninnar hugsunar. En það hefur aldrei verið þannig, sko. Ég held að þú veist, við vitum alveg bara þegar við erum að tala saman, það ekki eins og við teljum að allt sem að náunginn segir sé einhvern veginn hlutlust og rannsakað í þaula og ég get bara spurt þig hvernig þið fannst sko einhver þáttur í sjónvarpinu í gær og ég gerir ráð fyrir því að þú sett bara að tala út frá sko þínu sjónarhorni sko. Þannig að ég held að fólk, við lifðum með flokksblöðin og gátum lesið það og við kunnum alveg að lesa svona leynd skilaboð og En við erum með almannaútvarp sem á að einhverju leyti að vinna þessa vinnu fyrir okkur. Hún ekki hafin sú vinna. Þeir eru að vera með einhverja silfurþætti sem hafa annarkot verið gagnslausir, vondir eða engin viðbót við það sem hinni fjölmiðlarnir hafa verið að gera. Mér svolítið eftir sko, þeir eru að gera kannski það sem aðrir hafa verið búnir ekki. En kannski eigum við öll í vanda vegna þess að við erum ekki að fjalla samning eða neitt svoleiðis. Við erum bara að fjalla viltu halda áfram. Þetta í sjálfu sér kannski. Ég held að þetta sé samt sko eins og það reyndar ekki vitað alveg hvað eru margir óokanir. Af því að það hefur ekki verið gerð nein könnun þar sem að sá sem að gera könnunina hefur sambandi fólk. Þetta bara dritað út í einhverja póstlista, svo svara kannski 40% eða minna 40% af þeim. Þannig að, þú veist, þetta næstu því bara eins og innringingarnar á bylgjuna eða þetta eiginlega kosning. Af því að sá sem kannski óákveðin í þessu, hann ekkert að flýta sér að svara einhverju svona tölvupóst sko, eða svona spurningu. Nei. En náttúrulega þetta oft með einhverjum öðrum spurningum, það að spyrja hvernig finnst Sirius eða eitthvað svona, og svo spyrja hvernig finnst Evrópusambandið. Þannig að kannski sogast fólk inn í að svara eitthvað og segja það óákveðin. En ég myndi samt halda að þeir sem að vera ákafari í að svara væru þeir sem að vera mjög harðir neyjarar eða mjög harðir jáarar. Og þar leðandi, ég held að sé ekki komin einn könnun sem svona venjuleg skoðanakönnun, það sem að búið til úrtak og reynt að ná í úrtakið. Þannig að við vitum ekki hvað eru margir óákveðnir, en það virðist vera, og þess vegna kannski fellum að svolítið fyrir því að halda í að allir séu búnir að taka ákvörðun. Og ákvörðunni sé að sé öllum ljóst hvað er verið að kjósa. Þú veist, eitthvað svona hugmyndur að það sé blekking og svona, ég held að það sé allt bara þvæla, ég held að bara allir viti cirka hvað það er að kjósa. Það sé að viltu sækja aðild að Evrópusambandinu, ég vonum að fá hagstæðan samning eða ekki. Og þetta ekki flókið.
En svo breytist öll dýnamíkin náttúrulega þegar hún kemur könnunin og það endar smá séns þegar þetta spjall okkar í loftinu hjá ykkur hlustendur áhorfendur að fyrir skemmstu hafi komið fregnir af nýrri könnun sem við Gunnar Smári vitum þó ekki af núna þegar þetta tekið upp. En sko ég hitti Eirík Bergmann í Sundlaugin í gær eftir að hann var hér að spjalla við þig og þá gaf svona tækifæri fyrir aðeins óformlegra spjall. Og við vorum báðir sammála það að við vitum ekkert hvað að tala kemur upp í næstu könnun að sko líður ekki líka þannig. Við vitum ekkert hvað að gerast. Við sáum þetta könnunundaginn sem var hnífi öfn samkvæmt því sem Mókin sagði en mjög léleg kosningaþátttaka og manni finnst svolítið langt síðan og mér finnst ekki auðvelt að átta mig á því hvor fylkingin að standa sig myndur. Þetta vantar svona líka svona stærri könnun, þannig að sé hægt að brjóta þetta svona niður á, þú veist, bara eins og aldurshópa og hitt og þetta, eina sem afgerandi afstaða til stjórnmálaflokkana. Þannig að ég hef sagt það hérna því mér finnst gaman að spá fyrir kostningar. Við hef spáð hérna fyrir forsetakostningar og þingkostningar og bara kostningar í öðru löndum og guðmáttu hvað ekki. En ég hef aldrei sagt neitt þessu. Því ég bara, minnst vanta upplýsingar, minnst líka því að sko, það eiginlega, eins og þú varst eiginlega að segja áðan, að Moggin bröðrum megin og Deva finnum megin og þannig að það er svo lítið af svona umræðu, þar sem að maður getur lagt mat á að hvort sjónarmið er að sigra, minnst mest. Það bara, menn svona lokaði bara inn í sínum hópi og mjög fyndið að sjá það. Fólk sem að skrifa á Facebook og svo, ég hef ekki hitt neitt sem aldrei segja já og ég hef ekki hitt neitt sem aldrei segja nei og það trúur þessu. Áttar sig ekki á algoritmanum. Áttar sig ekki á því, það er bara lokað inn í herbyggi. Það er náttúrulega og ég ekki veit ég hvernig minn algoritmi er en ég sé ótrúlustu hluti sko, bæði já og nei. En ég vona nú að ég sé ekki að svíkja sko trúna tveggja kalla í búningsklefanum í Vesturbæjarsundlaug en orð Eiríks óbreytt voru fáránlega spennandi. Þannig leið honum í gær sko og ég var eiginlega að taka undir það líka. Ég hef reynda skilið alltaf eftir að ég myndi koma í þessari viku eitthvað svona sveifla. Því að fyrir kosninga þá hefur það verið þannig að það er eitthvað sem liggur í loftinu bara. Það var hann eins og ekki bara best að kjósa Framsókn og Halla. Þannig við höfum í svona línilegum tíma marga kosningar sem eins og líka bara uppsveifla Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum sem var eiginlega bara svona síðustu 4 dagana sko. Þannig að það eru margir sem að kjósa svona eftir stemmingunni. Og hvernig þau náðu einum auka borgarfulltrúa bara vegna þess hvað fólkið í Grafarvogi var duglegt að kjósa. Það er svona, þú verður að fá þitt fólk á kjörstað. Og það var það sem var svona samfylkingasvæði í Reykjavík, svona 107 og eitthvað fleira. Það var bara miklu lakari kosningaþátttaka. Þannig að það voru Sjálfstæðisflokkur sem fékk sitt fólk á kjörstað að fella meiri hlutann. En það var ekki nógu mikill ákafi hjá samfylkingafólki að mæta á kjörstað til þess að viðhalda þessum. Og það er, ég reyndar sko, hef ég alltaf viljað verið frekar á því að neyjararnir ættu auðveldra með að smala á kjörstað. Já. Út af bara ákafanum, en ég er ekki alveg viss á því. Ég held að þessi tölur ákafi jámein, en Eiríkur að þú ert að vitni hann benti á í gær að það var þeir flokkar sem eru neymegin, eru þeir flokkar sem eru vanastir að reka stórar kosningamaskinur. Og það eru komin í gang sko útringiver og ég bara fólk að kvarta yfir þessu, það alltaf verið að ringi það og spyrja rekað á kjörstað og ég held að sé þannig til þess í þessu kosningum að séu fleiri sem að þú veist vilja það ekki. Þú finnst þetta bara, ég ætla bara að taka ákvörðuna og þá var ég aftur á því að þetta sé svona sjálfsmyndar ákvörðun að þá verður fólk svona frekar meira fói að sé verið að skipta sér að þessu. Ég ætla bara að taka þetta út ákvörðun út frá svona hvað mér finnst, eitthvað svona djúpt inni. Ég ætla að kjósa með maganum, ekki með hausnum, þú getur glemt öllum svo rökus og dendi í mig. Eða ég ætla að kjósa með maganum. Og svo veldur það svolítið á ákafanum sko hvort þetta verður eins og í hefðbundum kosningum að menntað fólk fer kýs frekar heldur en ómentað og við vitum það að það er margt sem bendir til þess að háskólamenntaðir hér
kjósi já, frekar en nei. En það samt ekki mikill munur, sko. Það eitthvað svona 63, Einmitt. 38. Og þess vegna finnst mér að skipta svo miklu máli, sko, hvort þessi ákafi nær út allt. Ef ákafi nær alveg bara út allt samfélagið, þá held ég að neyið vinni þetta eins og ég sagði henni hérna við daginn að jafnvel 55-45 síðasta könnun fyrir jáið gæti þýtt tap fyrir jáið en ég veit ekki hvort ég er sömu skoðanir í dag en það verður allavega spennandi að sjá næstu könnun. Mjög svolítið er með að ráða í það svona hver er stemmingin í samfélaginu því að þetta er orðið svo tvístrað alls saman að það sé svona en ég hef samt alltaf haft á tilfinningunni að svona kannski að jáið hafi viljað meiri möguleika að sækja það. Af því að þú veist, er ekki bara best að segja já núna. Þú veist, að sömuleyti er flóknara fyrir neyið að taka þá sem er eiginlega beggja bland, sko. Það er einu var ég ósammála jáið kennst núna í þessu kosningum kennst nærði að vera kannski. Einu var ég ósammála bæði blaðamannum, vinkun okkar Þóru og hérna fræðimönnunum í gær í umræðinni. Ég held að ríkisstjórnin fárveikist. Ég held að hún verði ekki bara fyrir höggi. Ég held að hún fá bara rosalega kjamman ef það kemur nei. Og ég get bara vel trúa því að ríkisstjórnarsamstarfi mynda á ákveðnum tíma bara leysast í sundur. Það er ekki gaman að tapa. Nei, sko það er allt undir. Þess vegna er kannski eins og Inga er að halda í fram að ríkisstjórnin sé ekki að leggja þetta fram. Og mér finnst Kristrún vera eins og sé að búa sig undir tap. Eða þú veist, hún ætlar ekki að sökkva með skipinu. Þess vegna finnst mér hún er ekki mikil jáari, sko, í umræðinni. Kannski myndi ríkisstjórnin enda að lifa með því að skipta formann í Viðreisn. En ég held að það lægi við að þyrfti eitthvað þannig sko, til þess að trúverðuleika þessara stjórnar sé ekki, hafi ekki verið telt í tölum. Mesti vandi fyrir Viðreisn af því að eftir að Kristrún kom inn í Samfylkinguna þá var þetta mál sett svona aðeins aftar en Viðreisn þarf eiginlega að finna sig upp á nýtt sko, ef þetta er ekki málið. Viðreisn talaði Kristrún inn á það verið momentum í geológisku tilliti. Líka út af vöxtum vesenið með krónuna og svona það er ekki stemming í íslensku efnahagslífi, það er eiginlega erum við ekki hálfgerðu, ég aldrei skilu þetta sko, því að þetta virkar eins og það sé bara stöðnun, það er engin hagvöxtur og svona, eins og Seðlabankinn og fjármálaráð það er alltaf að tala um það sem svo mikið þensla ég skil ekki alveg hvað verið að tala um. Og mér finnst stjórnarliðið bara þú fyrirgefur, mér finnst það bara með hangandi haus yfir þessari stöðu. Það bara vantar meiri metnað, það vantar bara meiri kraft og trúverðuleika. Kannski meta þetta sé típist mál til þess að láta þjóðin ákveða, bara eins og áfengisbann eða eitthvað. Þetta gangi þvert á flokka, sem þetta gerir svo reyndar ekki. Það finnst mér að það hafa verið með sambandi við kannanirnar. Hvað þetta er afgerandi í flokka. Já, mjög. Það er eiginlega eina sem er afgerandi. Þó ekki alveg á vinstri vægnum. Það er svona, við sjáum alls konar tóna það. Nei, það er bara vinstri vængurinn er meira og minna með jáinu. Kjósendurnir sko, eins og forustu fólkið. Það er ýmist já eða nei. En ef þú horfir á, þú getur séð þetta til dæmis í síðustu Gallup, þá er spurt, þá er ekki brotið niður á flokkana, þessar litlu flokka, VG, Pírata og Sósíalista, en það eru aðrir flokkar og þá er það 71-29, 71 með jái, þannig að við getum bara dregið álegtun að allir þessi kjósendar sem samkvæmt öllu kosningaransóknum er svo líkur, kjósendahópur Pírata, VG og Sósíalista hafa alltaf verið svo líkir. Að langstæsti hluti kjósenda þessara flokka ætla að segja já. Og það er eiginlega bara miðflokkurinn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn sem ætlar að segja nei. Allir hinir eru meira og það er minnst að flokkur fólksins er 60-40. Já, svo er svona áberandi típur í samfélaginu sem að segja nei og fólki fannst ekkert endilega sjálfgefið fyrirfram eins og svo sem að þú ætlar að tala við. Já, ég ætla að tala við Sólveig Önnu, hún er mikill neyjari, skrifar mikið á Facebook um það og fer víða, fyrir að fundi, vera á Akureyri og hafa verið birta myndir af henni og sem að mörgum finnst svona sérstakt að sjá hana með Ólafi Ragnari og Guðrúnu Hafsteins á fundum. Þannig ég ætla að tala við hana og það er nú bara svipuð og vitunum sem ég hef tekið. Ég ætla að reyna að fá hana til þess að rökstyðja sitt nei.
En svo ætla ég líka að ringja til Sviss, þar sem Ólafur Margeirsson, peningahagfræðingur, starfar reyndar í svona fasteignafélagi. En hann var mikið að fjalla peningamál og krónuna og evruna og fastgengi og hitt og þetta, það fyrir nokkrum árum. Og því að býst við að bakvið ákvörðun margra sem að vilja segja já, séu evran. Já. Þannig að ég veit ekkit hver hans afstæða í þessu. Nei. En ég ætla bara að heyra í honum. Það er líka gaman að því að Sviss er ekki í Evrópusambandinu. Sviss er ekki eins og í Evrópska efnahagssvæðinu. Þeir eru fyrir utan allt. Þannig að ég spyr hann kannski eitthvað svona, hann er búin að vera svo lengi í Sviss, hann lítur að vera að byrja að hugsa eins og Svissari. Já. Ég fæ sjónarhótt Frakka sem hefur búið á Íslandi nokkur skeið og er sjálfstætt starfandi blaðamaður. Ég gleymdi nú lesglerunum mínum leiðin inn í stúdíu, en hann heitir Jean Remy Jair, held ég. Og hann er svona að ræða hann er að ræða við mig ólíkt sjónarhótt, einstaklings milljónaþjóð með fjölbreyttum menningarlegum bakgrunni eða okkur í þorpinu sem vorum öll tiltölulega einsleit þangað til bara fyrir korteri þegar við fórum að sjá innflytjendur í einhverju mæli og forvitnilegt að sjá hvernig hann lítur sumt öðrum augum heldur en við sem að fæðumst hér. Það er hægt að halda því fram að þessu margar þjóðir í Fraklandi, en frekar í Spáni og Ítalíu og Þýskalandi. Bæjarar eru, fyrst og fremst bæjarar, ekki þjóðurar. Akkurat, Og síðan kemur hann fyrrum blaðamaður Auðun Arnórsson, alþjóðastjórnmálafræðingur. Hann er að skrifa 7. greinina sína fyrir heimildina ESB núna. Einn af þessum öðtölu. Og hann er svolítið að tala mikið um Noreg, samanburð á Noregi og Íslandi og ýmislegt svona áhugavert sem að verður til í því spjalli. En þannig að í dag, kæru hlustendur og áhorfendur, verður ekki boðið upp á neitt annað en viðtöl sem tengjast Evrópukosningunni næsta laugardag. Ég veit ekki hvort við að biðjast afsökunar á því eða vera bara ánægði með það. Það er sama og í heitu pottunum, það er eiginlega ekki tala neitt annað. En þar hafa orðið vinslit. Þar hitt ég tónlistamann daginn. Er ekki hægt að hafa pottana ekki bara mismunandi hittastig, heldur bara já og nei? en ég ætla ekki að nafngreina hann tónlistamann. Hann er alla jafna mjög dagfarsprúður og vinsæll í heitapottinum. Nema hann er með ákveðna skoðun. Og hann sagði við mig mjög hnugginn fyrir nokkrum dögum að honum hefði bara tekist að missa vini. Og ég sagði, ertu ekkert að grínast, það er full alvara með þetta. Hann sagði, mér er full alvara með þetta. Það er bara raunveruleg vinslit. Svona bara talandi hvað þetta eru heitmál. Ég hef nefnilega spurt fólk út í þetta og fólk, að því að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði þetta, fjölskyldu verið klofnar í herða niður. Það var allir neitað þessu. Veit ekki með fjölskyldunar, en þessi vinabönd og svona kunningar sem hittast, þar getur blossað upp mikill sársauki. Fólki líður bara eins og að segja einhver brútu, einhver sem það hélt að væri með einhverja skoður. Það er náttúrulega verið í þessu svona undirtótt sem að er frekar erfiður, sem er svona eiginlega landráða ásakanir að báða bóa. Já, það er margt í þessu. Og það menn séu eiginlega keiftir og þetta er rosalega leiðilegt í umröðinni, En hvað sér Smári, ertu til í að enda þessi kynningu okkar bara á að ræða eins og áhorfendur? Já, ég ætla bara að hafa það styttra að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þennan hóp og halda út í samstöðunni, þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur og það er tölvöru hópur af fólki sem er að skrá sig núna þessa dagana. Það sem að vera degi, á miðjum degi eru 3 búin að skrá sig. Til. Já, en þú mátt borga mér vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftar reyna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagi, það er einmitt Alþýðufélagi sem áreikur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo er það ESB. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð
samstöðina. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna viðtöl við svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu, að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveig Önnu Jónsdóttur formanni Eflingar og þú ert viss í þinni sök? Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið, heldur hef ég haft mjög svona sterkur skoðanir á Evrópusambandinu almennt og því hvernig... Það er ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni, heldur ekki Danir og... Ég svo sem ekki að skipta mér af því og því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa einhverja miklu skoðanir á því en ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylgst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjölfar hrunsins og kannski sérstaklega eftir svona 2010 og árin á eftir þegar Evrókreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópusambandsins vinna þá varð ég mjög fljótt mjög skoðanir mér mjög svona ádráttalausar og þær hafa ekki breyst. Já. En Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað, eða afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandsins sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir blíðið. Það er ábygglega ekki alveg það sama. Ég náttúrulega var ennþá fremur unga árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona rakið svo langt aftur og að ég geti sagt á því hvaða skoðanir ég hafði á því þá en þá er ég velta verið með því að þetta en ég hef fylgst með það gæti breyst Eflingar ekki það sama núna og var fyrir 15 árum. Nei, svo sannlega ekki sem betur fer en ef ég skoða þetta tímabil sem var nú orðið þó nokkuð langt við erum að tala 16 ár þannig að það nú svo sem ekki þó að sé auðvitað stutt bara ef við skoðum alla mannkynssöguna þá það sem partur af bara okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það er núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár. Það er ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallað, svona verkáláluna fólks, þeirra sem að annarkvort framleiða verðmæti samfélagsins með vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem er ekki á vinnumarkaði, fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt, hælisleitendum og flóttafólki
að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlæti samfélagi, viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti, eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti. Nú erum við inn í Evrópusamþykkið svona hálfuleiti í gegnum EES-samningin. Myndur þú vilja endurskoða það? Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hörðum sósíalískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málefnalegum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo löngu síðan þegar maður bara svona segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það. Þá gæti ég eflaust komist að mjög svipari niðurstöðu en það er ekki til umræðu hér. Hann var með þá afstöðu að hann hafi verið mótið að ganga inn í EES en hann sé ekki með því að ganga út úr því. Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna. Ef aftur á móti hún fer af stað, ég er ekki að fara í den af stað, þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það. Núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið. Það er önnur spurning og hún er veiga mikil. Við erum inn í EES og þar tökum við reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað, sambandi við fjárflutninga og alls konar dóttir í. En hvað það þá sem þar fyrir utan sem að við myndum taka upp ef við gengjum inn í Evrópusambandið sem þér líkar ekki? Ég til dæmis í prinsipinu ekkert sérstaklega hrifin af frjálsu flæði fjármagns né vinnuafls. Ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkert endilega vera svo slega margir að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfrjálshyggjunnar. Við tilheyrum þeim hluta. Þannig ég að segja, ég til ég að gagnrýna það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í inn í strúktúr sem að ýtir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti. Svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmætt. Það sérstaklega dýrmætt fyrir verka- og láglauna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% pluss 90% launamanna í stéttarfélögum. Það auðvitað svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýðræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborðið. Hverju myndi það breyta áttu að gengja með Evrópusambandið? Því að við tilheyrum vinnumarkaðnum nú þegar. Ég er að vinna útskýringuna áfram. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst það stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt rosalega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandið. Stóra markmiði ekki að geta uppfyllt að fullu leyti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli EES og ESB. Stóra markmið að geta tekið upp evru. Það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér stað það sem þetta fólk kallar ögun á vinnumarkaði. Og þessi ögun hún hefur verið rædd meðal annars af fyrrverandi borgarstjóra og núverandi þingmanni Samfylkingarinnar og helsta talsmanni eingöngu Íslands í Evrópusambandið Deifi Eggertsinni þar sem hann bara fullum feitur já, það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði. Fjármálaráðherra Daði. Yfir 50 þingmenn myndu taka undir það.
það má bara vel vera. Það er bara mikill pólitísku vilji til þess á Íslandi. Því miður, það var mikill pólitísku vilji til þess. Hvað mun þessi ögun snúast um? Hún mun snúast um það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga. Og ég skil alveg að fulltrúar velmenntaðar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sitja út í horn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta er fólk sem að vill innleiða svokallega salegmódel, þetta er fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman, ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svokallega í samfélaginu. Það er þá ákveðin einhver prósenta og svo er þá tekin ákvörðun að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það er hægt að segja... En er það ekki svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og starfsgreinasambandið gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambarlega hækkun? Við höfum auðvitað gert alls konar, Eflingar hefur farið í gegnum alls konar útfærslur. Við vildum, eins og ég tel að þú veitir, kannski ertu búin að gleyma því, en mér minnir ég hef nú rætt það hér oftar en einu sinni, mögulega oftar en 3 svar, að það sem að Efling vildi var auðvitað að við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga. Það var ekki hægt, vegna þess að það var ekki vilji til þess. Það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan Alþýðusambandsins, það var ekki vilji til þess á opinbera markaðnum. En þannig að það er auðvitað eins og flest rætt að vita þessum tíma það sem að Efling vill og einmitt vegna þess að það er til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum, þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstök áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka- og láglaunafólk. Og þú sér það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að og þegar ég segi þú þá er ég bara að tala okkur öll, þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna og þegar við skoðum bara sögu Alþýðusambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valdamikill og stór hópur innan íslenska verkalýðshreyfingar vill að fara þessa leið. Við í Eflingu viljum það alls ekki. Við trúum því og erum fullviss það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka- og láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til, útlutað með réttlátum hætti og svo framvegis. Þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var þarna lengi, hann var líka skammar hríð forseti Alþýðusambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands í Evrópusambandið þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast, þegar hann bara fullyrði það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá er þetta ekki það sem ég er að tala um. Ég er ekki að tala um þetta. Ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnuaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsagða hluti inn í lög og reglugerðir. Það verður auðvitað svo að vera, ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrstum ekki að fá þeirra utan, en gott og vel við gerum það að stórum hluta. En þegar að því öllu er lokið, þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnuaflinu mínu. Og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru. Það var engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með. Svo mér finnst það allt í lagi. Mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári, þannig að þú hefur auðvitað fylgst með stöðu alþýðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkefælaun fólks í Evrópu, þegar þú skoða til dæmis húsnæðisaðstæður, þegar þú skoða laun, þegar þú skoðar hér svo kallega gig hagkerfi og svo mætti áfram telja, þá dregst ekki
upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju efru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og bara alltaf að eyða öllum peningunum sínum í að dúlla sér, því fer fjarri. Það dregst upp mynd af fólki sem að býr við bákjör, sem að býr við mjög erfiðar aðstæður. Ég er að tala um verka og láglauna fólk. Ég er ekki að tala um alla. Nei, ég er að tala um að láglauna fólk í öllum löndum er ekki endilega í þessari stöðu. Það er misjafnt eftir löndum. Þannig að þetta er ekki allir niður í sömu stöðun í Evrópusambandinu. Nei, en ok, ef við ætlum að skoða þetta svona, þá get ég svo sem alveg farið og elti þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka og láglaunafólk hefur það ekki jafn slæmt, þá getum við alveg sagt að verka og láglaunafólk á Íslandi hefur það einmitt í samanburði við verka og láglaunafólk í löndum Evrópu fremur gott. Það er bara staðreynd. En ég ætla aðeins að halda áfram að þusa hitt að við skoðum stéttarfélagsaðild, hún er léleg og lág og það er mjög erfitt vegna þess að mótilið er öðruvísi en það er hér, þar sem að fólk bara átómítist er komið í stéttarfélag, þannig að fara og sækja fólkið. Heldur að Evrópusambandið myndi banna það? Nei, ég er ekkert að segja myndi banna það. Það sem ég er að segja og ég var að segja áðan er að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp eða ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þar alveg að fara í þessa mjög hörðu aðlögun og þessa ögun á vinnumarkaði, þá hljóta allar manneskjur sem komnar til vits og ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi ögun tekin út hjá verka- og láglaunafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd, fólk sem er efnahagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem að til dæmis vegna frjáls flæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifir og starfar í þrátt fyrir að það borgi skatta, þú hefur nú sjálfur oft talað um þetta og svo mætti áfram telja. Þannig að ég skil að hægri kratar, ég skil að Viðreisn, ég hefði skilið að íslenskt auðvald myndi vilja ganga í Evrópusambandið, en það er mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem hefur flokkað sig sem til vinstri, sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmunabarátta vinnuaflsins, verka- og láglaunafólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapa meira efnahagslegt réttlæti, unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúist þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði, að til þess að tekið upp evru þá séum við tilbúin til þess að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkisstjórn sem að er algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis. Þetta á ég mjög erfitt með að skilja. Og aftur ég er ekki eins og þessi svona ég er ekki eins og já-fólkið eða nei-fólkið sem svolítið svona hefur sína barnatrú. Ég hef þessa afstöðu vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við Alþýðu Grikklands, Spánar, Portugals og svo framvegis, þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka- og láglaunafólki, aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskínu sem að hefur consistently sýnt það í það minnsta síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífsskilyrði alþýðufólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar, til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldist sterk, til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnuaflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við firmaninn. Kannanir hafa sýnt að kjósetahópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósíalista, VG og Pírata er svona 70% í jáinu. Flokkur fólksins 60% í jáinu. Þú segist að ég bara skilja þetta fólk, þetta sé fólk sem hefur ekki komist til vits og ára. Ég sagði það ekki. Það sé ekki með meðvitund. Ég var ekki, nú ert þú náttúrulega að draga upp einhverja mynd af því að ég hefi hér sitið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjósenda hópur sé einhvern veginn meðvitundalaus. Þú sagðist ekki skilja þetta. Ég ger það ekki, ég skil það ekki
Hvað heldur að ráði afstöðu þessa fólks? Þá ætla ég að segja, það er auðvitað erfitt að sitja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra. Að efnahagsleg tilveru skilyrði þín verði miklu betri og að það muni mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vextir lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar þínar verði þá þeim mun herri. Auðvitað er þetta hvað getur við sagt? Auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt. Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara að neina, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylgst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara að neina? Ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá, ég veit ekki hvað Evrópusambandið er. Mér finnst það mjög skrítið, en ég skal segja að ég skilji það, en ef þú veist hvað Evrópusambandið er, ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum, eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu, þá ætla ég að segja að þá skilji það ekki. Þannig að ég er tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutundaleysi og þá segja nálgunin er þá þessi. Já, manneskja sem hefur ekkert fylgst með, býr bara hér, telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt, telur að hér sé bara alversta ástand í allri Evrópu, mögulega manneskja sem hefur til dæmis bara ekki labbað götur stórborga Evrópu og hefur ekki séð það sem við sem höfum komið þangað sjáum, fátæktina, fólkið sem sefur á götum úti, einhvers konar shantytowns sem rísa alltaf með reglulegu millibili á milli Parísar og út á flugvöllin. Ég hef séð þetta með eigin augum og það er mér ógleymanlegt, en mögulega hefur fullt af fólki bara ekki séð þetta. Margir fara bara til Tenerife til dæmis. En þau sem að vita þetta, hafa séð þetta, líta á sig sem mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja störu til vinstri, það er erfitt fyrir mig að skilja. En já, gjör svo vel, bara endilega held áfram að spyrja. En ég var að velta fyrir mér að því að Evrópusambandið er svolítið stórt, þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandið er. Kannski. Meðal annars flestir líklega farið til Evrópusambandsins. Og það sem verið að bjóða í þessu kosningum er líklega alveg rétt í það er verið að bjóða evrun á lægri vexti og fólk segir að það er bara svo mikið atriði í mínu lífi, þessi háu vexti sem ég er að borga, þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því. En við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já, þá til þess að geta tekið upp evru, þá þurfum við að fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal annars í gegnum verkleysreifinguna geta beitt okkur til þess að mitigata mestu harðneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta, þá mun það taka, ég myndi halda í það minnst 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð, bíða svo lengi upp á von og óvon, einmitt þú vorst nú að opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði. Ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ára og áratugi muni gera það verra. En allavega ef fólk vil fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð, þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun. Þetta er jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis. Ég er á öndverðum með því, en ég skil af því að það er augljóst að auðvitað er Evrópusambandið mjög stórt og það er ekki eitt ríki, heldur er það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilyrði á milli landana sem eru mjög ólík. En það er þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd
inn í Evrópusambandinu, enda það öflugasta iðnríkið þarna inni og til viðbótar það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega, eins og margir vita, fer oft saman. Þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvitað meira minna ráða för, það alveg ljóst. Ég tel að sá draumur eða svo sýn sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskalands í málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari niðurstöðu. Ég tel það fráleitt af mörgum ástæðum. Við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð, afskaplega fáir þingmenn sem við fáum þarna inn. En þú myndir finna marga Samherja inn í þingmannahópnum sem eru frá sósíalísku flokkum. Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir 6 þingmenn eða 5 færu hérðan og væru einhvers konar antisíónistar og tilbúin til að senda með fólkinu í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það er auðvitað langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýst auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið, Ursula von der Leyen eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að byggt okkur og beygja fyrir Trump, haldi bara áfram, það er ekkert sem bendir til þess að það muni breytast. Þannig að, þá ætlum ég að segja, þessar svona draumsýnir fólks, við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd, við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk, öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hugsjónum okkar ef við þá höfum þær. Ekkert slíkt er til akkurat núna. En ef þú yrði send á Evrópuþingi, þá myndir þú starfa með enheitslistin í Danmörku og vinstriflokknum í Svíþjóð og sósíalistum í Hollandi og fleira. Þú verður hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það er ekki þannig að Íslendingarnir 6 fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn síonisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit Samherja heldur þú að finnur á Íslandi. Allt þetta fólk hefur nú kannski verið en það var nú ekki gengið sérstaklega vel en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk er að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draum frelsi, jafnrétti og bræðralag til þess að standa draum hugmyndunum einhvers svona velferðarsamfélag og svo framvegis. Ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við höfum mikla möguleika á að bjóða fram, við höfum mikla möguleika á að ná kosningu ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman þannig hópa fólki og við höfum gríðarlega mikla möguleika innan verkefnisfélagana okkar, þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum. Ekki það mjög mikilvægt að gera það og ég bara styð þeirra bartu. Það er miklu eðlilegra og skynsamlegra að gera það hér. En það er líka mikilvægt fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan hátt. Hún er ekkert að fara að þróast okkur. Það er mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa áhrif á Íslandi hvort sem við erum inni eða úti. Sannarlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verka nútíminn og þannig hefur stefna sem út að lýsa er meira og minna stefna undanferðina ríkisstjórna sem eru aðhaldi í ríkisfjármálum engin halli, niðurskurð við höfum heiftalegu niðurskurð sem búin að vera hér frá og eigum þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni. Þú til að vera auðveldra breytis á Íslandi? Ég trú ennþá á heldur með félögum þínum í Evrópu? Ég trú ennþá á lýðræðið. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóðu fólks innan þjóðríkjanna þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi fráleitt að halda það fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri heldur en að fara þarna út þar sem að það er ekkert á þessum tímapunkti sem bendir til þess
stefna sem mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrjálshyggjunnar, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skiptir máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn að vera með hallalausan rekstur, það eina sem skiptir máli sé að vera með samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skiptir máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð, styrjaldir, vöxt hergagnaframleiðslu og svo framvegis. Ég er ekki með mína barnatrú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplómasíu, frið, frelsi og réttlæti, styrk alþýðufólks innan þjóðríkjanna þess að við njótum getunar til þess að bjóða okkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki, það sé mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar það er talað af þessu mikla svona kæruleysi og kaldlyndi þetta hreyfanlega vinnuafl. Það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka á láglaunafólk. Það segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frjálsaflæði og nýfrjálshyggjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að við erum með öfluga, menntaða, veltengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt Íslendingar, tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum, vita að fólki sem situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmuni. Þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir eða réttara sagt, það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnumarkaði verði innleiddur vegna þess að hvað máli skiptir þá þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott tengslanett, sem með rétt vegabréf, sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið í að aga vinnuafli, það skiptir þau engu máli. Þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægasta til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breikka bilið aftur einmitt vegna þess að Efling hefur náð árangri í því að hækka laun verka og láglaunafólks meira en laun annar hafa hækka. Þá hafa bara valdamiklir hópar innan Alþýðusambandsins, BHM og fleiri sagt þetta bara algjör skandall, það sem skiptir mestu máli að breikka þetta bil aftur. Að sjálfsögðu vill þetta fólk innleiða módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir. Að sjálfsögðu vill þetta fólk innleiða módel þar sem að þessi atriði eru meira minna bara samin án þess að lýðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka og láglaunafólk. Tapararnir nú þegar munu tapa enn meira og ég er ekkert tilbúin til þess að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stéttabarátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði, barátta fyrir frið og diplómasíu, þetta sé bara eitthvað sem sé bara búið að vera. Það stendur bunan út úr íslenski valdarstétt eins og þú segir ögun á vinnumarkaðum bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt af því sem þetta lýsa er bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi. Rétt, sammála. Og það er rétt skilja á mér að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrjálshyggjunni og þú telur það að við höfum eiginlega ekkert erindi í því að vera með öðrum sem er að berjast gegn nýfrjálshyggjunni í Evrópusambandinu af því það sé orðstand töpuð en við getum unnið hana hér. Við eigum að sjálfsögðu að mynda bandalög með fólki. Ég trúi á mátt alþjóðlegar samstöðu og alþjóðlegar baráttu. Ég trúi ennþá einmitt á gildi gamaldags alþjóðahyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjanna og hjálpa hvort öðru. Það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stórt fyrirbæri eins og Evrópusambandið til þess að mögulega sem eru auðvitað bara draumsýn að hvað þessi 6 þingmenn sem við erum að fara að senda verði allir einhverju dedikeraði sósíalistar, come on, í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram. Það er ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannarlega hefur ýmsa galla og er að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál en við höfum getuna séum við tilbúin til þess að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem manneskja sem bara líka trúi á
einhvers konar hvað getum við sagt, einhvers konar svona lýðræði í heimabyggð, lýðræði inn í stéttarfélaginu, lýðræði inn í nær umhverfinu, þá tel ég bara algjörlega frálegt að ætla að senda enn frekar í völd úr landi. Það náttúrulega efling saminast ekki í frönskum stéttarfélögum, það verður alveg óbreytt eflingu. Það verður einmitt ekki óbreytt í eflingu. Hvað verður breytingin? Ég bara að segja það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif. Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja aga íslenska vinnumarkað, eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólkstyrfis og evruna, að það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum. Það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum. Þannig þeir eru eiginlega svona vogarafls og ég ætla að segja það andstæðingar þínar hafi sterkari tæki í höndunum ef við förum í Evrópusambandið. Þessi ögun á vinnumarkaði, hún þýðir það að það þarf að aga verka á láglaunafólk. Það er vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta, veltengda, velmennta íslenska millisetta, hún þurfi eitthvað að fara að hafa sig hæga. Það er aldrei að fara að gerast. En þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár, beinir auðvitað sjónum sínum að verka á láglaunafólki og sér ekkert athugavert við að segja því fólki að hafa sig hæg. Aftur, ég veit að hér eru ýmis vandamál, en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar, þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhentur eignastéttinni í kjölfar hrunsins eftir að síðustu aldamót verkamanna bústaðir höfðu verið fjarlægir. Þetta eru vandamál sem stöndum fram fyrir. Þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þau sem tilheyra ekki fólki sem hefur nægilega mikið á milli handanna til að geta komist inn á húsnæðismarkað. Við getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu þar sem að húsnæðismarkaðurinn er skárri heldur en hér, þar sem er félagslegi hluti hans er miklu öflugri. Ég hvet fólk sem er að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUC sem er hérna svona Evrópuarmur einar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða. Við erum hér á slæmum stað. Við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá er láglaunafólk að borga hærri leigu heldur en lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógeðslega ofbeldi sem á sér stað á leigumarkaði einhverjum hætti. Þannig að í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á. Já, ekki á mörgum stöðum. Það er ekki eins og hafi verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þeirra áratugi í Evrópusambandinu. Nei, ég var heldur ekki að segja það. Ég bara að segja að ég hvet fólk til að fara og skoða þetta og þetta ETUC er ekki einhverju kommunistar sem eru að tala eitthvað allsherjarvöld örygga stéttarinnar því fyrir fjarri. Þetta er mjög svona búrokratísk og stofnana vænt nálgun á verkalýðshreyfinguna, en það er hægt að treysta þessum tölum sem það er hægt að finna og það er hægt að treysta gögnunum sem það eru útbúin og framleidd og þannig sér fólk hafið áhuga á að skoða lífsskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem er afskaplega slæm. Síðustu kjarasamningar sem þú gerðir, þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vextir myndu lækka. Og í gegnum lægri vexti kæmi hagsbætur fyrir launafólk sem að væru jafnvel meiri heldur en launahækkanirnar voru. Þetta mistókst einhverjum ástæðum. Þetta var bara saboterað. Já, en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti, margt af því fólki hugsa sem núna að líklega er eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínu lækki er að við tökum upp evru. Á hverju er verkalýðsforinginn minn, Sólveig Anna, stendur hún í vegi fyrir því? Ég hef reyndar ekki hitt mikið af eflingafólki sem eru miklir sinnar. Ég hef
ekkert verið að senda ég hef kannanir það, ég hef ekki verið að senda út skilaboð á fólk eða neitt svoleiðis, en ég er náttúrulega hitti greiðlega mikið eflinga fólki bara í mínum störfum og mín tilfinning, aftur ég er ekki að fullyrða og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu, en mín tilfinning er svo að fólk er svona frekar neikvætt, bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna. Já, fyrir fólk frá Póllandi. Grikkirnir, ég er að vinna sjálf með fólki frá Póllandi, þau skilja ekki hvað Íslendingar eru að hugsa. Þannig að ef ég bara... En ef við skoðum mælingar í Póllandi, þá er það bara, ég man ekki hvað það er, 80% sem eru ánægð með. Ég hef aldrei komið til Póllands, ég er bara að tala um fólki sem hitti hér. Ég er að tala um kannanir sem hafa gerðar. En í það minnsta, þannig að, já, fólki, þá ætlum ég að segja, fyrst að við erum komin á þannig að sjálfsögðu er fólki í Póllandi að bera lífskilyrði sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd, Austantjaldslönd fóru og að sjálfsögðu segir þetta fólk Guðs í lof. Við eftir á móti vorum ekki þessari stöðu, erum ekki þessari stöðu og þannig að hérna samanburðurinn nú kannski... Svo er stór hópur af pólverjum konur Íslands koma úr austurhluta Póllands sem hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin. En í það minnst að það sem ég var að segja var, og bara aftur, af því að hérna fólk er alltaf að leita einhverju til að æsa sig yfir, ég hef ekki framkvæmt vísindalega könnun og það er ekki þannig að ég æði upp af eflingar fólki, hvorki þessu málinni neinu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér, við spjallum alls konar hluti og það er yfirleitt bara mjög svona opnar og ég bara spyrja hvað myndir segja við þetta dæmi sem ég bjóð til sem er ekkert... Og ég er þá að segja að mín tilfinning er að eflingafólk sé ekki sérstaklega gynkeypt fyrir jáinu. Ég held að eflingafólk skilji að það eru aðrir, það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem það þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það er aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það er auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri. Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verklæðisræfingar á almenna opinbera markanum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig við fjallum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokölluðu blönduðu leið, þar sem það er eitthvað golf, sumir segja, ég er ósammála því, að þetta sé blanda af krónutölusamningi og prósentusamningi, það er golf og þú mátt ekki fara undir það, en þetta er þetta að mestu leyti prósentusamningar. Það var farið í þá vegferð að semja það og til þess að það væri hægt... Allra lægstu fengu meira heldur en prósentur. Fengu hærri prósentur, sko. Allra lægstu fyrsta árið þá var prósentuhækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo er hún aðeins lægri. En já, hún er prósentuhækkunin verulega hærri heldur en prósentan sem að þeir sem eru á svokölluðu markaðslaunum fá, þeir sem eru ekki á taxtalaunum. En á móti kemur að það fólk sem er á taxtalaununum er náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem eru ekki á taxtalaunum eru alltaf á hærri launum. Allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega, þá var farin þessi leið. Það var líka samhljómur það innan Eflingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettföngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall. Þannig að við höfum mjög margar ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir, mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háværar á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á lálun og fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp. Við stóðum við allt sem að við skrifuðum undir, en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að Samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega
blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verðlag og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem auðvitað orsakar svo þetta launaskrið. Svo þegar við skoðum og hið bæði opinbera viðsemjendur okkar og stjórnvöld, þá gerðu þau auðvitað líka slíkt þið sama. Þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja. Þetta hljómar eins og þessi tillögur aldrei gerða aftur. Ég ætla ekki að ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafi haft vonir að þetta gengi upp, svo gengur þetta ekki upp. Ég segi ekki eitthvað aldrei. Ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefðu staðið við sitt, þá hefði hún skilað allir muni ekki standa við sitt. Árangri. Sumir muni bara ekki standa við sitt. Já, það voru möguleikar á því að þetta hefði getað gengið. Það auðvitað mjög miður að svo sé ekki. Þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverja sambærilega tilraun. Þannig að ég mun sitja uppi, ef ég er að held með áfram með dæmi sem ég er að búa til. Líklegt. Ég mun sitja uppi með háa vexti svo langt sem augað er. Þannig að þú trúir því að launahækkanir keyri áfram hátt vaxtastig? Nei, ég var að búa til dæmi félag í Eflingu sem hafi vonur að samningarnir myndu leiða til lækkunar vaxta og þar lægi stór hluti af mínu kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú er fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sé að taka upp evru og þannig ég er að spyrja þig, á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir þú segja við þennan? Ég myndi segja við þessa mannsku, ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verka á láglauna fólks annars staðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér og börnunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins. Þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar, þess vegna eru þau hingað að koma inn. Svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi, langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi. Ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahagsáföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalismann með þeim leiðum sem við gerum hér, þó ég sé svo sannarlega ekki að segja að það sé bara allt frábært og æðislegt sé skömminni skárra heldur en að gera það í gegnum þannig að gjaldið er of mikið fyrir evruna, gjaldið er of mikið fyrir fellinguna og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér, enda sjáum við það ef við skoðum niðurstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar að það er náttúrulega fyrst og fremst menntuð millistétt sem er sólgin í þetta Sólveig, því ég er búin að vera að skoða þetta það er eiginlega sáralítill munur eftir aldri, eftir menntun, eftir tekjum það er háskólamennta fólk slæri upp í 62% í áinu en það er ekki eins og það sé 80-90% eina skiptið þegar það gerist er það stjórnmálaskoðanir og þar er þú í hópi kjósenda Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Framsóknar það sem eru eiginlega 85% alltaf að segja nei en hinum megin í stjórnmálunum nútíminn er mjög skriðin. Vinstri er náttúrulega þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst eitthvað svona pólitísk spurning. Já, þetta er hápólitísk spurning. Sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og þú, eins og margir hafa orð á að finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni. Það er bara auðvitað fólk mörgur mæðan, segi nú bara mörgur mæðan. Ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum. Það er bara erfitt, það er bara partur að vera fullar mannskja og maður bara komast yfir það og ekki taka svona æla nær sér. Auðvitað er íslenska þar sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað, Píratar, Vinstri græn og sósíalistar. Þetta er bara byggt á kosningaransóknum, þetta er mjög svipaður kjósendahópur. Ég myndi segja að Píratar er náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð kategoræsa sem vinstriflokk. Ég er að tala um kjósendahópan. Já, ok, við segjum þessi pólitík, við erum að segja þessi pólitík, en fóristan og kjósendahópur þarna með Píratana er vantarlega
mjög sama sinnis. Það var ekki á sósíalistar til dæmis. Sósíalistar eru náttúrulega afskaplega lítill flokkur og nýbúin að ganga í gegnum mikið svona upphífal, þannig að ég veit ekki hversu marktækt það er, ekki það ég er ekki í neinum flokki og ég er ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja er að það að vinstrið sé á þessum stað er auðvitað líka til marks það að einhver svona stétta nálgun er á erfiðum stað á Íslandi. Það er auðvitað ekki til einhver svona pólitískur staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og er þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu. En kannanirnar er ekki að sýna okkur endilega að láglaunafólki sé allt neymegin. Það er svona kannski ívið meira, sem getur við sagt, ef við tökum tekjur og menntun. Ég bara er að segja kannski 56, 44. Ég bara er að segja að hvað getur við sagt saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun þar sem að mögulega hefur verið hægt að kalla einhvers svona stéttavitund og það hverjir þínir hagsmunir eru og svo framvegis, það er auðvitað bara mjög leitt en það breytir því ekki fyrir mig að ég tel fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki frálegt af því að ég sé föst í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi. Ég ger það svo sannlega ekki, en ég veit að íslenskt vinnumarkaðsmódel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það innifelur er einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það, þá er hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélagsaðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins, þá sjáum við að hún dregst þar saman. Það fjarar undan getu verkalýðsfélagana til þess að beita sér og það er bara konsistent þróun síðustu áratugi. Hér, af einhverjum ástæðum, hefur það ekki gerst. Nýfrjálshyggjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á Íslands samfélag, en þetta tókst henni ekki. Fyrir mér er það... Nýfrjálshyggjan nam staðar í Borgartúni. Þetta finnst mér einstakt og mér finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skiptir máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög vinnuvernd séu sett. En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt sé best á Íslandi, það líkur þú segir að flest sé skárra á Íslandi. Flest er skárra á Íslandi. Þú ert að tala eins og það sé bara eiginlega engin stéttabarátta í Evrópu. Það passar ekki við fréttir sem við höfum bara á Spáni, Frakklandi, mikil stéttabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig það er víða... þá getur marks það með þessi mikil órói hjá alþjóðfólki innanland Evrópusambandsins. Við viljum þessu átaka með því stéttana. Ég var að segja þetta rétt á, en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks. Þú lýsir eins og að við munum tapa stéttabaráttunni ef við förum í Evrópusambandið. Ég er að segja það, við munum ekki tapa stéttabaráttunni. Það er auðvitað stéttabaráttu þar sem fólk er kúað og arðrænt, þá er sem betur fyrir stéttabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega barinni, bara markvist af lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum við ekki ennþá komin á þann stað en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum þessu rosalega háu stéttarfélagsaðild og af því að sem ég hef samt oft átt að mig á að væri líka er eftir sagt af því að fólk er ekki að beita sér með öflugum hætti þá getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttarfélög þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftinn en þá hefur þetta ekki verið þannig. Þú átt að segja, wow, það er ótrúlegt að 90% séu í stéttarfélögum. Þetta segir okkur að við getum byggt upp gríðarlega öflugan
félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera. En fyrst þú ert að segja að allt sé mögulega ekki betra hér og ég tilbúin að fallast á það að flest sé skárra á Íslandi að við erum með hæstu stéttarfélagsaðild í Evrópu, við erum með vel fungerandi vinnumarkað, langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist. Það að vaksa. Hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömurlegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskapandi aðgerðir. Það er sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt erum við að fá neikvæðu hlutana af stefnunni. Af hverju viljum við treysta fólki sem að skoðar lífs- og tilveru skilyrði verka láglaunafólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð, það er mjög óskiljanlegt fyrir mig. Við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við erum óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig. Ekki per mann er andsvarið við þessu sem þú ert að segja með efnahagsvöxt. Já, en hann hefur hér verið mjög hár. Hann er meiri í Evrópu per mann. Við erum eiginlega búin að vera flattlænir í bara... Það er náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, og hvað? Þú veist, þessi röksemdafærsla er rétt að þetta debat, það endar alltaf svona og við segjum þá, en eigum við þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum? Við erum búin að opna fyrir allt sem að tengist við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga í Evrópusambandið, allavega, ég ætla að halda fram með þau segna. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það kaupmátt, það er ekkert bendi til þess að við verðum að fara inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtíma vaksta er, eins og ég var að reyna að koma inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði og það að því sé stilt upp að það gangi Evrópusambandið og taka upp evru sé frá að leysa þessi mál. Kannski hugsa fólk sem hefur ykkur reynslu að vera erlendis. Það er eiginlega erfiðar að vera fátakur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matarkostnaður er svo hár. Þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis velti því fyrir sér. Telur þú Gunnar Smári að það fólk sem hér hefur sig frammi og lýsir dvöl sinni erlendis hafi það lifað sem fátakt fólk? Nei, sem námsmenn, jú. Hættu nú alveg, það er alltaf að vera blankur og fátækur. Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það er sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur og það er líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður úr mjög ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útlanda og kemur aftur heim heldur en að vera láglauna manneskja, láglauna ræstingakona sem flytur á milli landa til þess að eltast við verkamannastörf, skilur lýðræðislegu réttindin sín eftir heimi á sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna að halda því fram að þetta sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk er haldið mjög alvarlegri stétt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara að fletta upp í Vogue-bókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi í lagi fyrir þau sem hvíta, velmenntaða millistétt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsögðu ekki. Ég horfði aðeins á hann Ásgeir hjá þér, hérna daginn. Ásgeir Brynjar Þórðarson. Þið eru ekki sammála? Nei, en þú veist, hann, eins ágætur hann getur mögulega verið, þá er hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það er að búa í Evrópu, eins og það þegar ég bý í 8 ár í Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn er háskóla og ég er skandinav og ég er hvít og ljósar þérna kona, ég get ekki sagt já, ég veit nákvæmlega hvernig það er að vera innflytjandi þarna frá Mexíkó eða frá Sómalíu og mér hefði aldrei nokkuð tímann dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum ætlar velmenntuð íslensk millistétt sem að hefur einmitt notið þeirra gæfu að fá að mennta sig í öðru landi að reyna að halda því fram að hennar reynsla sé representatív af því hvernig það er að búa sem fátæka manneska í Evrópu. Þú eru ekki að hafa neina sérstaklega reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi er hærra heldur en víðast hvar annars. Já, og laun eru líka miklu herri. Og svo líka þetta sem... Þau eru vist miklu herri. Já, sjálfsögðu. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru miklu herri. Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið herri heldur en lágmarkslaunin
Jú, víst. Bara, þú veist, þetta gervigreind og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrslur og lesa, þá má nota gervigreindina. Hún kemur alltaf með svona það sem hún sjálf er að leita í og ef þú treystir henni ekki, þá getur þú farið svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo aðlögun. Þú eru að passa, skemm ekki næstu kjarasamninga hvað íslensku verkalýður hefur það gott? Nei, ég er alls ekki að því. Má ég skjóta inn einu auka svona í lokin? Ég verð samt að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo aðlögun áfallana, við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Efnahagssveiflurnar, þær eru óumflýjanlegar. Miklu minni undan fyrir 15 ár heldur en áður. Miklu minni undan ertu að menna þá frá hruni? Já, nei, 15 ár, svona frá því að túristasprengjan var komin í gang. Já, það eftir þú þá miklu meira jafnvægi til þess á krónunni. Já, og svo ertu líka komið með svo flott færanlegt vinnuafl sem að skúpast bara inn og út eftir hérna hendiseminni. Minni sveiflu í hagkerfinu. Hendiseminni, ég ætla að segja það. Og við sjáum þess að núna erlendum Já, þá segi, akkur þá reyna að halda þið fram að þetta sé slæmt. Við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfarið en við höfðum á undan því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta af þess að það hefur ekki þorað öðru og svo framvegis. Og ég gæti haldið hér áfram lengi í viðbót en auðvitað þetta debatt sem að getur mjög auðveldlega enda sem svona hringur þar sem að fólk bara, þú veist, já en hvað með þetta og þá því svarað já en hvað með þetta. Þetta svolítið, þú veist sko, Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífast Sigga Einars á Facebook sko, hann pivottar bara í hérna konstantli, það aldrei hægt að grípa hann. Ég held að fyrst ekki ákvörðun eitthvað bara með maganum eða... Það ekki hægt að grípa hann. Ég held að fólk sé ekki að og þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana. En það svona, segi ég, við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum auðvitað ekki sagt bara þetta er svona. Já, það margt sem að kemur þar inn í. Já, þetta er risastórt og flókið mál. Já, efnahagslíf okkar og er flókið, efnahagslíf annarra landa er flókið, Evrópusambandið er flókið, allt nútíminn er flókin. En þess vegna þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðunina. Það er mismunandi. Og það er auðvitað mjög mismunandi. Þannig ég hef skoðað það sem skiptir mig mestu máli. Ég nefndi þennan fremsta bekkin. Af því að það er auðvitað þannig að þú getur komist að einhverju niðurstöðu sem er sama niðurstöða Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum. Algjörlega. Hvað er það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við? Sem ég er ósátt við? Eða ertu bara alveg sammála Ólafur Ragnar í öllu sem hann... Ábyggilega ekki. En ég hef bara þú finnir ekki fyrir svona mikið mun á... Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég er að segja ég viti að það sé rétt og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru ekki bara lauslofti gripnar og eru ekki einhver svona barnatrú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem ég tala að ég treysti mér til þess að fullir það. Þannig ég hef ekkert mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum einstaklingum finnst. Enda er það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög hratt og örugglega upp og það er svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta er auðvitað alþekkt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni það hefur með sterka afstöðu það er tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólk sem það mögulega sammála afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en það næri ekkert lengra en það. Hvað gerist ef að jáu vinnur? Þá þarf þá gerist náttúrulega tvennt þá þarf auðvitað fólk að skoða stöðuna og meta hvernig leiðin fram á við verði en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling, önnur stéttarfélög, Alþýðusambandið að fara að skoða hver áherslurnar eigi að vera. Það er best að setja fólk inn í samningarnefndina. Það verður náttúrulega aldrei gert.
En já, þannig að það verður þá næstu skref. Annars vegar myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei, hugsa hvað væri hvernig hægt að vinna að því, en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýddi og hvort að einmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið, hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis. Það var náttúrulega verið kosningar inn í félögunum og alþjóðsambandinu. Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já, þá verður stór partur af þingi alþjóðsambandsins sem að haldi verður núna 14. til 16. október tekin í að ræða þessi mál. Við í stjórn Eflingar höfum ákveð að fari svo að sagt verði já, þá munum við halda fundi og fara í svona samtala upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið. Þú tímabundin, bara eitt í lokin, hvernig heldur að kosningi fari? Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin svona frekar svartsýn, en núna líður mér eins og að neið geti tekið þetta. Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleiti neið hafa... Ertu góð í að spá fyrir kosningar? Stundum. Ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan Eflingar, en það þetta alltaf öðruvísi. Nei, kannski ekkit endilega. Ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbeita mér ægilega mikið af því, út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem verum mjög óvinnsæl og tapa. Þannig ég hef yfirleitt verið bara, já, því ekkert að hverju skiptir eitthvað 0,5% til að frá. Þannig að, ok. En mér líður eins og núna, bara ég hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sér mjög vel. Heldur þetta hafi verið hollt fyrir þjóðinni að fara í gegnum þetta? Nei, aldeilis ekki. Þetta hafi verið skaðið þessu? Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar, mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni, mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem auðvitað greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðdragandi þess að hún var svo kosin og var svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt. Mér finnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðun hennar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbeita sér að því verkefni. Þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega hollt eða gott eða skemmtilegt fyrir okkur. Takk fyrir að koma hingað Sólveig Anna og gefa okkur tíma. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja eiginlega Evrópusambandið núna. Öll viðtölin í kvöld eru Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni næsta laugardag þá þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Kæru hlustendur og áhorfendur leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin, Auðun. Takk. Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmkvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstatheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenposten. Hann hefur skrifað bækur tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman umræðin í Noregi við Ísland. Það að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB. Honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kosningu, hvað EES-samningurinn stendur völtum fótum.
Getur þú aðeins komið inn í það? Ertu sammála því? Já, þar er rauninni bara á við. Nú er hann búinn að duga eða svona, hann var aldrei gerður þegar hann var gerður sem sko fyrir vel yfir 30 árum, 92 sem hann var undirritaður, frestaðist fullgilding vegna þessa Sviss fjallur datorskattinu. Já, það sem þetta sem sagt vel yfir 30 ára gamall samningur sem sem sagt lausn gerdagsins má segja sem hentaði og hefur getað dugað utanum svona kjarnahagsmuna Noregs og Íslands í samstarfi við Evrópusambandið. En það reynir alltaf meira og meira á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það er það sem þessi norski blaðamaður að tala um. Hverjir eru veikleikar svona? Það í Noregi reyndar nú er komin heilmikill innleiðingar hallaslóði eins og það kalli innleiðingar halli, það er sem sagt það eru EES-gerðir sem bíða þess að séu leiddar inn í landslög í EES-löndunum og sá slóður orðin svolítið stór í Noregi vegna þess að það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild tengjast orkumálum og fleiru sem þeir það var lengi verið að draga lappirnar með að innleiða og það er svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gerð á Íslandi. En lengri slóði í Noregi en hér? Já, það er nú lengst verið öfugt, sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér en svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og þetta er kannski ekki en það eru sem sagt nokkrar gerðir sem bíða þessa sem sagt eins og þetta virkar þá er ju þessi sameiginlega EES-nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru á gildissviði EES-samningsins og eiga þess vegna hljóta innleiðingu í EES-löndunum eða sem sagt EFTA-löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES-samningin eins og við kalla þess vegna er alltaf að bætast við hann sko. En það er sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og vegna alls konar atriða reyndar. Ég nefndi þetta með það er bara einfallega sum mál svona innanríkispólitískt umdeild í Noregi sem er svo að hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og sem er náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að það er nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara raunni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur furðu lítið af því í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmuni þannig að þetta er nú verið allt svona býsna tíðinda lítið en náttúrulega einn gallinn sem Norðmönnum er tíðrættara en okkur er einmitt að svona einn lýðræðislega umræða sem tilheyrir löggjafarstarfi í lýðræðissamfélagi, hún er bara fjarverandi þegar EES-gerðir er að ræða. Það er einfallega löggjöf sem er smíðuð annars staðar á nokkrar aðkomu eða umræðu grundvöld þeirrar löggjafar þó að einhverjir sérfræðingar frá Ísland og Noregi geta tekið einhvern þátt í frummótun nýrra löggjafar í Evrópusambandinu, það er hún mjög í skötu líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis, þannig að sem við höfum enga aðkomu að. Þannig að þetta er bara einfaldlega orðið þannig að þetta er sem sagt áskrift af löggjöf sem aðrir búa til og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það.
Þetta vöndu löggjöf upp til, eða sko megninu til þetta vöndu löggjöf, það einfallega búið að rannsaka svo mikið og hún að koma ansi margar hendur af nýrri Evrópulöggjöf, þannig að hún kannski miklu vandar mörgu leyti heldur þessu löggjöf sem kemur frá Alþingi. Hún stundum svolítið svona tilviljunarkennd og ekki kannski lögðins mikil vinna í smáatriðin og spá í afleiðingar og svo framvegis allt. Nei. Þannig að og þetta náttúrulega löggjöf sem gerð til þess að geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum. Þetta náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjöf og það svona líka alltaf vist svigrúm til innleiðingar, þessar svoköllu tilskipanir, þær hafa jú líka í aðaldaríkjunum vist svigrúm til innleiðingar, það eru bara þessar svoköllu það minna notað að gefa út löggjöf sem tekur beint gildi í aðaldaríkjunum. Það lang algengast að Evrópulöggjöf sé í formi þessar svokallega tilskipana sem kannski ekki besta þýðingin á directive. Það einmitt að svigrúm til innleiðingar til að laga nýja Evrópulöggjöf að aðstæðum okkar stað og Íslendingar hefur nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur, það þessi svokallaga gullhúðun. En það sem ég vildi bara segja að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með EES-samningnum í allan þennan tíma, hann hefur sína galla sem gjarnan svona lítið talað á meðan hann fungerar í stórum dráttum og það sem kannski mesta hættan, eða var alveg ljóst frá upp að væri svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó, hvað maður að segja, hlýðnir í því að innleiða allt saman, því að það alltaf áhætta tekin, það einfallega í samningnum þannig ákvæði, man ekki númer hvað það að ef að eftir EES-ríki eða Íslandi eða Norður eða lítast að myndi neita innleiða eitthvað tiltekna gerð sem búið að ákveða að sé varði gildisvið EES-samningsins og eigi þess svona innleiða, ef það bara kemur bara þvert nei við innleiðingu, þá fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir. Og þar með náttúrulega einsleitni löggjafar á EES-svæðinu sem aðal tilgangurinn með EES-samningnum úr sögunni og EES-samningurinn sjálfur allt EES-samstarfi í uppnámi. Þannig að það þessi áhætta sem alltaf fólkin í því að neita innleiða einhverja tiltekna gerð, þess að alltaf reynt að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað ef það þarf einhverja mikla aðlögun eða eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekina skerða. Eins og mér veist nú þessi umræða sem hér var þessu svo kallega þriðja orkupakka, hann snerist aldrei það sem í rauninni stóði í þeim lögum, það var aldrei neitt vandamál að innleiða hann hér á landi í raun, þetta var bara stormur í teppolla Lýðskrum. Já, má kalla það. Þannig að það ekki gott dæmi þetta en sem sagt þar ef að Ísland hefði bara neitað innleiða þá gerð, þá hefði bara öll löggjöf og sviði orkumála dottið úr gildi á öllu EES-svæði, það segja líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá Þannig að þessi veikleikar hafa verið þekktir frá upphafi, en það hefur alltaf verið vilji til að láta þetta samt ganga upp en svo eftir því sem lengri tími líður og það sem Norðmenn náttúrulega eru að finna fyrir þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að geta, þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi þegar þessi löggjöf búin til í Brussel. Svo meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegrar viðskiptastefnu
Evrópusambandsins. Jú. Nú það er hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara, það er ekki allir sem vita það er nú ekki meitlað í berg. Og það er líka verðt að sko nefna þó að Evrópusambandi hafi sko verið býsna svona í möðukomunni sem að sletti áttan sko að hérna það er að segja sætt sig við að samningurinn hafi lifað af þarna með norska neginu 94 og látið þetta ganga þá hefur vitneskja þetta er algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evrópska löggjafarkerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita af tilvist þessa samnings og svo hann auðvitað bara einfallega vegna þess að hann er svo mikið jaðar fyrirbæri sko að þá líka það er ákveðin veikleiki líka sem hérna af því að það var stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi EFTA-ríki voru þá stærsti viðskiptaaðili þáverandi Evrópusambandsríkja en hérna Svo heyrir maður sko rosalegt magnabulli núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu og lígar og alls konar fals og áróður en líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vera gagnlegri og hófstiltari hann samkvæmt þessu norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark og þá hann búinn að bera saman umræðuna hvað menn hafa sagt í Noregi og hvað hefur gengið eftir og hann til dæmis skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að hérna á jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Normanna yrði senn á enda og þess vegna yrði það ganga í Evrópusambandið og hérna neilliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþykkt sem aðildaríki þú veist, bara tvær staðrendir sem reyndust gjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur en í raun vitum við ekki til dæmis hvað kemur út úr samningaumræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu. Við getum endalaust rifist við sjálf okkur hvað kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum, það kemur ekki ljósnæma í samningum. Einmitt, en ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið þú beitt þér töluvert undangengnar vikur, þú skrifað 5 eða 6 greinar í heimildinu. Já, nú svo 7. á að koma núna með daginn, loka greinin í greinaflokki þetta. Búin að skrifa 6 og 7. leiðinni, hvers vegna ertu að þessu? Ég sko eins og ég menntaður á þessu sviði og ég skrifaði sem blaðamaður þá á sínum tíma, ég var nú fyrst á Morgunblaðinu og svo á Fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko og vorið 2009 með því ég var að ljúka mínum tíma á Fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðild að vera Evrópusambandið fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþykkt og sendið Brussel þarna sumarið. Bókin kom út í maí og heitir Inni eða úti aðild að vera Evrópusambandið það sem ég reyndi líka að greina samningsstöðu Íslands eins og hægt var að meta hana á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efniskaflarnir og svo eru hinni 2 svona formsatriði og það svona fannst mér renna blóðu til skildunar að svolítið endurtaka leiki núna fyrir þessa atkvæðagreiðslu og reyna að leggja mitt að mörkum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar. Uppbyggilegt, já. Ég allavega sem ég vil líta á að sé svo, að sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem
hægt að afla. Já. Þú minnist á að þú hafi verið blaðamaður á Mogganum og Fréttablaðinu. Fréttablaðið dautt. Ég vann síðasta daginn á Fréttablaðinu sem það kom út og margir sem að harma það. En hvað var það Moggan? Þinn gamla vinnustað. Bara í dag þá forsíðan bara af sama krafti. Það er stækkunarstjóri núna, orð hennar dregin í efa. Það er allt dregið í efa. Það er sáldrað endalusum efasemdum. Já, það er bara áróður. Jú. Já, áróður og náttúrulega forsíðu fréttin á laugardaginn var svakaleg og það sem að þessi prófessorar þarna þurftu að senda frá sér yfirlýsingu. Já, en það ekki líka þannig með vegna þess að það gengið svo langt og þá hristur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu. Jú, það er. Mér sýnist það eiginlega frekar að vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara enn meira undan trúverðleika hans hjá almenningi, þannig að hann hættir að taka mark á nokkru sem kemur fram í blaðinu. Þannig að þú ert ekkert endilega viss að þeir blaðamenn Moggans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna að ná negi út úr laugardeginum. Þú ert ekkert endilega viss að þeir hafi árangur sem við þig? Nei, ég held að bara íslenskur almenningur bara það er náttúrulega fólk hugsar bara sitt og þegar áróður gengur svona langt þá auðvitað það svo augljóst. Þegar ekki eins og reynt að vera með neina svona hlutlausa umfjöllun heldur eingöngu keyrt á bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og slagorðum sem byggjast ekki á miklu fólk auðvitað sér það, held ég, flestir. Finnst þér þetta ekki ótrúlega hraður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarna störfum? Nei, sá snúningur varð haustið 2009 þegar nýjir eigendur réðu Davíð Oddsson sem ritstjóra og Ráku Ólaf Stephensen en þann dag í dag held ég mjög ötull talsmaður inngöngu Íslands í Evrópusambandi þannig að það er náttúrulega mikil umskipti en þau urðu strax fyrir það er 17 ár síðan en Morgunblaðið var samt ekki. Mér fannst Mogginn halda grímunni miklu betur. Hann hefur algjörlega fellt hann núna. Já, það Morgunblaðið orðið miklu minna en það var. Mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ritstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk, ekki bara tengt einum flokki eins og núna er. Nei. Einum, þetta nú kannski að maður deilum það hvort það einn flokkur eða einn típa af eigendavaldi, það kannski mætti líka spila það. Já, það er hansi ólíku saman að jafna þó að ég meina menn eins og Andrés eru ágættir en hann bara er svo pólitískur, hann snæðst ekki mótið að fara bara alla leið í pólitíska nárar og vera ekkert að reyna flytja einhverja hlutlausar fréttir, hann nennir því ekki. Nei, en ég sé það á skrifunum þínum og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér er svo sannarlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn svolítið sá hvað fjölmiðlun veik og bjöguð og í miklum sárum sem stendur og svo jafnvel sagt að þú getur keypt þér loka niðurstöðuna ef þetta frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hindri þá sem eiga flestu milljarðana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum. Á þetta hefur til dæmis fjölmiðlanefnd bent hér það hefði verið betra að sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum Kaldhæðnislegt og líka bara að koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaráttu sem maður hefur náttúrulega orðið var við eins og móti þó aðlega á
samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum, þessum erlendum sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi. Þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sem ekki tilfellið, þannig að þetta svona svolítið vilda vestur hér gjörðin utan þessa baráttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem auðvitað mjög bagalegt. En persónulega hef ég samt orðið lítið var við það sem kannski svona augljósað erlendar tilraunir til afskipta, það meira verið bara bottar sem var reyna að hafa áhrif á hvaða svör í umræðinu á samfélagsmiðlum, það kannski helst þar sem verður vart við þetta. En náttúrulega, eins og segi, þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar, það bagalegt. Já, þegar maður velti fyrir sér hugtökum eins og jafnvægi, réttmæti, sanngirni, þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á lokasprettinum ef allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niðurst. Og líka í svona, þá hefði kannski verið ágætt að semja bara það fyrir að fela einhverjum ákveðnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem fólk geti leitað til til þess að minnst áðist að vera smá fæling á mesta bullið en það ekki heldur, þannig að bullið hömlulaust. Þannig að við erum að kjósa alveg risastórt hagsmunamál þar sem að svo mikið undir eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar, þú ert allavega þeirra skoðunar á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt. Já, og það sem kannski einna bagalegast finnst mér hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli, því það sannarlega þannig, fólk verður að átta sig á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði innrásarstríði Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegasta brot á alþjóða rétti í álfunni bara síðan nasistar voru hétu á sínu tíma og og svo þarf ekki annað að lesa utanríkis stefnu, það stendur allt svart og hvítu, stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu náttúrulega algjörlega ótrúlegu lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum. Það gersamlega gerbreytt viðhorf valdamanna í Washington, núverandi að minnstakosti, en það hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting, jafnvel þótt Trump fari frá, þá orðið mikil breyting á því hvernig Bandaríkjamenn sjálfur skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það eitthvað sem Íslendingar verða átta sig á. Sámur frændi ekki samur. Þannig að þín skoðun svo að þeir sem voru skeptískir 2009-13 að það sé komið leikurinn hafi breyst svo mikið að sum okkar ættu kannski að endurskoða fyrri afstöðu í ljósi. Já, bara ég held besta dæmið einfaldlega að líta til þess hvers vegna þurfti Trump að svona minnst aðeins í setja Grænlandsmálið á pásu, hann bara sett í nefnd, það ekki leyst ennþá, fólk það líka átt að segja á því, þetta ennþá óleyst mál. Hann nýlega ítrykkaði Bandaríkin yrði að fá yfirráð yfir Grænlandi, þannig að
það er ekki búið en það sem hindraði hann í framkvæmd þessar áætlunar að innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörku og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins. Heldur hann hefði tekið Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í? Já, það er hans að hætti því, þá hefði ekki, það er það sem sko hefur orðið Grænlendingum veit ekki mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðin sjálfstæðir, hefðu þeir átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska þó að Grænland út af fyrir sig þetta er náttúrulega svolítið flókið ekki aðilega Evrópusambandið, það er náttúrulega Danmörk það og Danmörk innan tollabandalagsins og það er tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þvinga þá Danmörku til að láta sínum vilja sko. Hann gat það ekki með vegna þess að Danmörk í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga þar sem við erum ekki hluta neinu slíku erum bara ein á báti hér í EFTA svo sem ágætt eins og það en það veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunaraðgerðum frá Bandaríkjunum eða öðrum stórveldum sem vilja koma einhverjum vilja fram gegn litla Íslandi þar værum við bara ef við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi einhvern álíka áhuga á Íslandi og Grænland og Ísland jú svona strategískt séð í mjög svipari stöð og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma 51 sko ef við bara ímyndum og að það kemi einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnarlaus það var hægt að skella okkur 200% refsitollum og ég veit ekki hvað stöðva bara setja íslensku utanríkisviðskipti af algjörlegu skorðum og þannig að þetta það sem við ættum að hafa í huga það er í rauninni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við það þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega. Hvernig skýrir þú sem blaðamaður, fyrrverandi og stjórnmálafræðingur og þú ert sagnfræðingur líka hvernig skýrir þú sko eiginlega þjóðhverfin og mér liggur við að segja mikilmennsku brjálæðið sem að speglast í þeirri hugsun þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt. Þetta svolítið kannski tilheyrir bara eigaskeggja mentalitetinu sko og að standa út úr fylgir því að búa hér á askektri eigi sem hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör þá auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlöndum sé bara allt ómögulegt og með því bara að láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá en það satt að segja held ég frekar birtingamynd þessar blöndu af mikilmennsku brjálæði og minnumáttar komplex það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræða
Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu. Ég meina, við höfum engin áhrif eins og en við hefðum áhrif ef við værum við borðið. Það yrði að taka tillit til okkar hagsmuna líka. Þannig að þetta er hansi skrítin umræðastundum, en kannski skiljanlega eitthvað litið einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eyju og eigum hér söngvað að stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum og þessi svona sjálfsímynd að hér sé bara friður og velmegun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminum, en það er náttúrulega alls ekki þannig. Eins og ég segi, þetta er mjög opið og mjög útflutningsdrifið hagkerfi. Við erum mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskiptaumhverfinu og það bara má heita að sé svona einhver heppni að við höfum náðað að það hafi ekki lent illa á okkur hingað til. Það virtist nú þar vera aðalatriðið að í vöru skipta jöfnuð Íslands frá Bandaríkjanna, þá kemur það þannig út að Ísland flytji meira inn af vörum frá Bandaríkjanna heldur en flytjir inn af vörum til Bandaríkjanna. Það virðist vera það eina sem Trump finnir skipta máli ekki viðskipta jöfnuðurinn sem slíku, þetta er bara vöruskiptin. Þannig að þetta er náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á, en allavega við höfum sloppið hingað til, en það er náttúrulega engin ábyrg stefna að setja bara láta fara hægt sig og vona bara úlfurinn farið framhjá, það er ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmuni ríkis og þjóðar. En á öllu því sem þú hefur sagt, og við verðum því meður að setja punkt núna, þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss það, eða þú telur að líklegt að Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB. Já, mér finnst það algjörlega að blasa við. Það var samstaða, tollabandalegið og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þessa, enda hefur náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að stemdi allt í það, en það er bara alltaf þetta er brot á öllum ákvæðum Atlantshafssáttmálans að ætla innlima landsvæði annars bandalagsríkis, það er þetta fáheyrt Þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í alger uppnámi sem það er náttúrulega, það er í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þétta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni. Það er einmitt mjög sérstakt, það er einfallega afleiðingin af þessu. Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn. Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta er mjög jafnt og tiltölulega margir voru óákveðnir, en að kjörsókn og stemning á kjördag getur ráðið úrslitum. Er ég hræddur Þannig að þú fór ekki spá? Mér finnst augljós hvað sé skynsemis valkosturinn. Það er engin áhætta tekin, jafnvel fólk sem er mjög efins að Íslandi í heimi Evrópusambandinu tekur enga áhættu með því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu, en eins og gætu við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar eru búin að rífast og klopnast í fylkingar út af í áratugi, og það væri svona tækifæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfallega yrði ekkert svarað ef að svarið yrði nei. Og líka það er ju ákveðin áhætta tekin með því að segja nei, að því þar með erum við að útiloka valkost á þess að við vitum hvað í rauninni í honum felst. Og ég finnst það ekki skynsamlegt að útiloka valkost þannig séð að óþörfu.
Einmitt, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Auðun Arnórsson. Við höldum áfram þessari umræðu, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, er staddur. Blessaður, Ólafur. Sæll vertu. Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss er ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver er þín afstaða sem Íslendingur, hvort að, ég má ekki vera að spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn? Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa já. Já, en mátti ekki kjósa? Nei. Það var ekki? Það er svo langt síðan ég flutti til útlanda. Já, þú þurftir að kæra þinn á kjörskrá fyrir 1. desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja já? Ég er nefnilega, ég sé bara enga ástæðu fyrir því að loka þessum dyrum. Já. En ef það væri komin samningur, svona, heldur þú myndir segja já þá líka að ganga inn í Evrópusambandið? Það væri bara eftir hvernig samningurinn væri. Flestir horfa á vexti og evruna. Er það gott fyrir Íslands samfélag að taka upp evru? Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, ef þú ert stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfið það svona rétti úr kútnum þegar það er búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það er búið að reka ríkissjóða of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðinn fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem of mikil útlánamyndun eða of mikil halli á fjárlögum myndi leiða til. Það fer svona eftir í hvernig það horfa það. Þú ert að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan, en ef við förum í vandan, hvort er betra að hafa evru eða krónu? Það fer bara eftir í hvernig í vandinu settur upp líka. Náttúrulega ef það er þannig að þú ferð í vandan og þú ert með evruna, þá er augljóslega erfiðara fyrir þig að fá raunlaunalækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkerfinu á réttan kjör. Sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú ert að gera í rauninni, hvað varðar hagstjórn, þar með talið útlánamyndun bankana, til þess að þú þurfir ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekkert tímann eftir á. Hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnuleysi eða með því að lækka gengi krónunar, sem finnst það allt í lagi, eitt kosturinn með við hinn. Það er bara þannig að það sé valkostur. Nú eru mörg lönd. Þetta er pólitíska valið. Já, það eru mörg lönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum, komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru, til dæmis Eystrasaltslöndin. Einn viðmælanda minn, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skaða í samfélaginu til lengri tíma. Erum við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíkum vanda? Ef það ætlar að bera það saman við Eystrasaltskreppuna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona 2011-12, þá er þetta búið að breyta samt sem mikið síðan það. Það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir
til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninni uppi út af COVID. Og síðan þá hefur í rauninni þessi sveiflujöfnunar fítus verið til staðar. Þannig að sem dæmi Grikkjakreppan 2011, 12 og 13 og með þess að fyrr. Hún yrði nokkurn veginn ómöguleg í dag. Einfaldlega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá. Sama hátt, þegar konum hvað Spáni gengur vel núna. Þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna spáð með hvað bestan hagvöxt í Evrópusambandinu. Allavega innan Evrusvæðisins. Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu. Það væri eiginlega gáfulegasta sem Íslendingar gætu gert í efnahagsmálum væri að stefna í Evrópusambandið og evru. Það er bara eftir í hvernig samningurinn sem við setjum á borðið eftir. Og á hverju þurftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðinn, það nú helst það sem talað hérna, eða ertu að tala eitthvað annað? Já, aðalega sjávarútvegur. Eins í rauninni með hvernig landbúnaður, alltaf Finnar fengu sérdíl líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar áhyggjur á landbúnaði í rauninni. Það er svona aðalega sjávarútvegur og það er bara opin spurning, þannig að segja hvernig það er sett. En Evrópusambandið ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn er að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki? Já, ég myndi alltaf að búa stuði að þau vissu að því hvers konar áhersla það væri setti á það innan landsins. Það er líka að sjá íslenska stjórnmálamann skrifa undir svona samning þar sem þetta er ekki. Því að hann myndi vita að þetta er fellt í þjóðaratkvæði. Já, og þá ertu rauninni bara komin í sömu dýnamíku eins og hér í Sviss. Þar sem þú ert ekki að fara sem stjórnmálamaður af því að það er svo mikið þjóðaratkvæðagreiðslur. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja vitleysu, af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig. Já. Og það eru meira að segja 2, eða 3, réttilega sagt, sem koma á eftir þessari. Þannig að ég hef ekkert svakalega áhyggjur af því. Nei. Heldurðu að Evrópusambandið sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöðu í öryggismálum og öðru slíku að þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju Norður-Atlantshafinu? Já, ég reikna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og Bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka. Já. Og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera eitthvað svona fráviksamning við Ísland ef að þetta er litið á sem stóran ávinning út frá öryggissjónarmið því að alla getur Evrópusambandið verið að horfa á að það komi miklu peningar frá Íslandi inn í sambandið. Nei, og það er talandi um peningana, ég sá einhverjar tölur þessara 50 milljarða sem áttu að kosta Íslendinga að vera þarna inni. Og síðan voru einhverjir nettóútreikningar varðandi það hvort það kemdi mikið tilbaka og svo framvegis. Og ég man ekki hvort að einhver hafi lent á 10 eða 20 milljörðum nettó sem væri þá okkar framlag til þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðinn á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 milljarðar á ári út af vaxtakostnaði. Þannig að við lostum við hann. En nú er hann ekki 900 milljarðar eða 1000 milljarðar? Hvað gerist við hann? Því að þú nú sérfræðingur í svona peningamálum. Hann er haugur af peningum. Hvað verður hann ef við tökum upp evru? Hann er bara áfram í eigu Seðlabankans. Seðlabankinn gerir við hann sem hann vill. En það þarf ekki að hafa í rauninni. Og ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar, sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund, þjóðar fjárfestingarsjóð, þá væri það kannski einhver svona byrjun á slíku þar. Já,
sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðinn á Landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldeyrisvaraforði geti verið stofninn að slíkum sjóði. Já, allan svona einhver vísir að því. Já. 900 milljarðar er svona á heildina talið. Jú, ok, þetta er 20%, eða tæp 20% af vergri landsframleiðslu. Þannig að það er ekkert svakalegt, en það er ágætt að hafa það. En einhvern tímann, oft er það sagt í umræðinni að akkurat Íslendingar gangi í Evrópusambandið því að það er þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Af hverju vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu? Það var bara tekið þjóðaratkvæðagreiðsla um það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður á 91 eða 2 og standa fyrir utan það. Síðan þá sérstaklega af því að Svisslendingar eru miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Ef þú ætlar að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, frá Þýskalandi niður til Ítalíu, þá verður það nokkurn veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með geta Svisslendingar einfaldlega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klúbbnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samningar. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir og tvíhliða samningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis á milli Noregs og Evrópusambandsins. Vegna þess að EES-samningurinn er ekki nægilega yfirgripsmikill til þess að snerta á öllum þeim málefnum sem þarf að tala um í dag. Og hann er ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn? Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann er að þroskast, en hann er ekki að þroskast nægilega hratt og miðað við það sem er að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast. Stofnanarlega séð. Og þess vegna eru þessir tvíhliða samningar sem eru að koma upp. Og Evrópusambandið er til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg, en Ísland er kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standa í því. Já, það er ekki gervihnatta samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala um í tvíhliða samningum núna í dag á milli Íslands og Evrópusambandsins. En ég verð að viðurkenna að það er ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það er nauðsynlegt að gera samninga við Sviss. Já. Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum og hún sagði að þegar við förum í gegnum efnahagsáföll sem er óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum, að þá með evrunni að þá myndi það vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svarar þau slíkum rökum? Já, það fer eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað. Og líka af hverju áfallið átti sér stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skuldaútþenslu út af dot-com bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að það var ýtt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýddi lágur launavöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001, 2002 og 2003 eins og í mörgum öðrum löndum. Vegna þess að launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram. Það var ekki búið að hækka því, þannig að það þurfti þá ekki að lækka því aftur. Og eins var ekki skuldaútþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða Bandaríkin eru kannski sért kapitúluð út af fyrir sig af því að þau fyrir bjólu. Frekar heldur en almennan skuldabólu. En það er alveg rétt. Það er alveg rétt hjá hann að sveigjanleikinn hann minnkar. Já. Og þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkjuru til Íslands og það er ekki þannig að hér sé efnahagsstjórnin svipuð og í Þýskalandi. Við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Hvað gerist? Já, ákvarðanir og líka áföll.
Já, segjum að það bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunveruleika og hér séu gerði ýmis konar mistök. Hvernig gæti sársaukinn komið fram í evrunni? Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan, upp úr 2020 þá snar breyttist í rauninni stofnanaumhverfið í Evrópusambandinu. Ég meiri þess að snert á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Þar í rauninni, það meira og meira að sem sagt, myndast svona, það sem í rauninni hér í Sviss, það svona, svona ríkjasamband á milli sjálfstæðra hluta innan gæsalappa. Þar sem í rauninni hið opinbera, það að segja allríkissjóðurinn, hann að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011, 12 og 13. Og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011, 12 og 13 þá var það var bankarnir, þeim var breytt, reglugerðin varðandi banka, þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður. Og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkissjóður að hlaupa þeim tilbaka. Á þessu tíma voru hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni, að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndirðu segja að sú gagnrýni að eftir þessar breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu að sú gagnrýni ætti ekki við lengur? Hún ekki við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt ríkisstefna. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandið er núna einhvers staðar á leiðinni hingað eða á miðjunni. Og þetta er rétt, þetta var Wynne Godley skrifaði, ef ég man rétt, 1997 skrifaði hagfræðingur sem hét Wynne Godley grein sem hét Maastricht and all that. Og þar fór hann, held ég, fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnanaumhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12. Það myndi ekki ganga upp. Og einmitt þetta stofnanaumhverfi, það búið að breyta. Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki? Það er eiginlega leiðin til þess að láta evrusvæðið ganga upp. Myndirðu taka undir slíkt? Já, í svona hægt og rólega þá er þróunin í þá átt. Í rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasamlöndum. Þú getur bara talað Bandaríkin sem dæmi. Þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myntbandalag. Þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki myntbandalag með allríkis svona ríkissjóði á bakvið sig. Þau þróuðust í það eftir á. Einmitt vegna þess að fólk áttaði sig á því að þetta er stabíla kerfi. Og þetta er bara það sem Wynne Godley benti á 97. Og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróist yfir í svona bandaríki Evrópu? Nei, jáið mitt er bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já. En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins að þá myndur líka segja já við að ganga inn í Evrópusambandið, ef ég skildi þið rétt. Það fer bara eftir því hvernig samningurinn er. Ég get bara nákvæmlega ekkert sagt það nákvæmlega núna hvort ég myndi segja já eða nei, en því að það er bara engin samningur á borðinu. Herðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál? Ég voðalega lítið, ég er að viðurkenna það. Ég hef bara ekki geðheilsu í það að fylgjast með íslenskri stjórnmálum lengur. Ok, herðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst evruna. Takk fyrir. Gott gengi. Takk. Og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli er eftir augnablik.
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, enn höldum við áfram með Evrópu umræðu. Ég ræddi hér í síðustu viku við konu sem af Erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni finnst að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópukosningar. Það mikil skautun og það komin annar gestur sem fæddur utan Íslands. Hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hina íslensku skautun umræðunar og hérna hvaða skýringar hann hafa á því. Hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, búinn að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku. Hann heitir Jean-Rémy Serrer, eitthvað nálægt því. Nákvæmlega. Var þetta í lagi? Mjög gott. Sæll og blessaður. Sæll. Og velkomin að Rauðaborðinu. Takk fyrir. Sko, þú hefur látið til þín taka í Evrópuumræðunni. Ég hef séð að þú hefur verið að skrifa og þér ekki sama. Þú verist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég minntist á skautununa og ég minntist á tilfinningarnar sem eru meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslensku spekina glöggt gests augað. Já. Það kann að vera að sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands? Það 22 ár síðan. 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leyti með öðrum augum heldur en við. Hvað heldur þú að skýri skautunina sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og neyjara núna, einhverjum? Já, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan ég kom hingað. Ég held að þetta mál hafi alltaf verið mjög heitt á Íslandi. Já. Og það eitt að velta fyrir sér hvers vegna, en líka bara almennt, hvað það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka. Og það svona ýmislegt sem við getum velt fyrir okkur, en ef við berum okkur til dæmis saman við Bandaríkin, að þar líka mikil skautun í sömu málum, en ekki endilega í sömu málum. Og það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoðað svolítið hvernig lýðræðið virkar í Bandaríkjunum og skrifað bók þetta sem heitir Democracy for Realists. Og það sem þeir eru að spá í að við erum með kenningar hvernig lýðræðið á að virka. Að það á að virka þannig að við kynnum okkur málinn og leitum upplýsinga og myndum okkur skoðun út frá því. Já. En svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merkjum að það sé ekki alveg að virka þannig. Og þessi tveir fræðingar tóku dæmi umræðuna fóstureyðingar eða þungunarrof í Bandaríkjunum. Þar sem mikil skautun þar þetta mál sem ekki eftir á móti til dæmis á Íslandi. Af hverju ekki? Sára lítil. Og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og söguna á bakvið það hvernig þetta var til þessi skautun. Og það var á 7. áratugunum, þá var ekki svo mikil skautun að þú gat spurt demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana. Og það var ekkit svo mikil munur, það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leið, og svo byrjaði þetta mál að verða að pólitísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar. Og þá byrjuðu hlutinir að breytast og svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoðað aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu. Þá allt í einu voru allir demokratar öðrum megin við línuna og svo öfugt. Þannig að það er það sem held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun. Það er ekki bara það að það séu mismunandi skoðanir, af því það er fullkomlega eðlilegt. Það er þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur
eða vinstri flokkarnir eru allir á einum stað en hinnir á öðrum stað og eins og Gunnar Smári hefur bent á að skoðanakannanir sína á Íslandi að þeir sem aðhyllast þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin og móti hinnir sem eru 85% nei. Og það er þessi skautun sem er svolítið skrítin að því maður myndi ætla að það væri til fólk báðum einn sem ætti að vera annarkvort með það á móti, skilur, af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt. Og þetta mann í hug sko að umburðarlindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna en það var. Já, og það sem gerist þarna með þungunarof í Bandaríkjunum að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnt meira frelsi til að fara í þungunarof en sem var í republikanaflokknum. Hvað gerist það fólk? Fór það þá yfir í demokrataflokkin? Eða hvað gerist? Og það sem gerist mjög oft að fólk einfallega bara skipta skoðun til þess að fylgja flokknum, til að vera fyrst í hópnum sem sagt. Nema það gerist hjá sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk. Já, það. Og hvers vegna var það líklega að því að fyrir konur er þetta miklu meira svona mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni. Þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá eigin persónu. Hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir, skilur. Og þetta kannski þessi skautun hérna á Íslandi ESB, hún endurspegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs. Ef allir vinni mínir kjósa já, þá kýs ég líka já og öfugt. Og svo annars vegar það að fólk kannski tengir ekki endilega þetta mál við sitt daglega líf, upplifir það ekki að það skiptir miklu máli, þannig að það ákveður frekar að kjósa já eftir þessum flokkslínum. Og þá má velta fyrir sér hvort það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðarakvaðagreislur, að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun. Og það er það sem að Írar gerðu þegar þau héldu þjóðarakvaðagreislu aftur þungunarof fyrir nokkrum árum, að því þau voru með ákvæði í stjórnarskráni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum þungunarof. Og þetta var mjög erfitt pólitískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðaratkvæðagreiðslu, nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál og tala fyrir jáið eða neið eða eitthvað sem það er, að þau fóru í borgaraþing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum stað, heldur eru valdi lítill hópur borgara valinn af handahófi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál. Og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarof í nánast öllum tilfellum. Og það var ekki þessi mikla skautun að því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés. Það var ekki þetta hápolítist mál allt í einu eins og núna ESB, þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þyrla upp rykki og svona alls konar hluti. Þetta er mjög áhugavert sko, því að hér á landi verðum við vitni að því að formaður Sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún beitir sér á mjög miklu þunga. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún er ekki þingmaður kannski.
við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega, svona fylgja þessum máli töluvert úr héraði. Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðalega vera að hlusta frekar en að predika. Það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki sett svona fyrirfram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun. Það eru vinstrimenn. Vinstrimenn eru sundraðir, ef maður getur sagt sem svo. Já. Og það flokkur flokksins líka, þar svona 50-50. Það ekki já, einmitt, takk fyrir að hérna nefna hann. Ég glemdi honum. Þar þetta svona 50-50. Þar heyrum við engan tala sterkt fyrir jái eða nei núna. Þau bara leyfa þessu svona. Það eins og þau hefur tekið þátt í þessu samkomulagi að sem mástu tala í Írlandi að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér í umræðinni. En hvað heldur að skýri sko ef við tökum VG að hérna sumir í VG eru bara harðir í neyinu, aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu. Hvað heldur að sé að gerast þarna? Já, það góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt sagfræðingur sem var í viðtali hjá ykkur, Guðmundur Hálfdanarson, sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál. Og þetta eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem hérna innflytjandi að þjóðernishyggjan svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni. Já. Kannski að því að í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðinni sjálfsmynd okkar þar sem þetta stríð, þetta hörmulega stríð fast greift í minni okkar og allir meðvitaðir að kannski að þetta snýst fyrst og fremst ekki að stunda ábættu sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svoleiðis en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það. Nei. Þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem endar svo gjarnan í útsköpum. Aðalmálið friður og það gleymist til dæmis mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar við erum að tala evruna þá erum við að nálgast þetta fyrst og fremst út frá viðskiptum hvernig kemur það út fyrir efnahagslífið fyrir peningalega hagsmuni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna það snerist ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum. Og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú alltaf í rauninni að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöðu. En á endanum tapa allir á því, skilur við. Þannig að evran vil líka hluti af þessu. Þetta ein tegund af orrustum. Já, svona viðskiptastríð. Já, og þá fellægingið að því menn segja oft ef við erum ekki lengur með krónunni þá getum við ekki lengur fellægingið til að auka okkar samkeppnishæfni. En þetta einmitt dæmi lausn sem bara á kostnað annara. Að því hún virkar bara ef við gerum það, en ekki hinir, skilur við. Ef allir fellægingið hjá sér eins og við, þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir, skilur við. Þetta það gaman að heyra að ég kom inn á þetta og að því þú vitnaði þetta spjall við Guðmund Hálfdanarson sagfræðing sem ég mitt ræddi nú við já, var það ekki bara í síðustu viku kannski fyrir 2 vikum þá sko að því við erum að tala skautun og við erum að tala tilfinningar þá voru margir sem hrósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði en ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja íslenska þjóðarsál
Já, þetta svo heitt að því að þetta hluti af þessari sjálfsmynd og þetta mjög áhugavert að þessi saga fortíð Íslands. Ég held hún hafi haft mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð, hvernig við höfum skilgreint ákveðið tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil. Það minn sakfræðingur sem skrifaði bókum þetta, Axel Kristinsson, og hann spyr hnignun, hvaða hnignun? Að því hann segir, þegar við skoðum þetta út frá vísindunum, þá ekki að sjá að við það að Íslendingar gengu Noregs konunga á hönd, að það hafi valdið neittni hnignun. En þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og ef maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttu máli, að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það leið og við byrjum að tengjast öðrum, þá gengur okkur verr og leið og við slítum samband við aðra, þá gengur okkur mjög vel, skilur. Og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum í 100 ár, þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygginn gagnvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir. Og þess vegna urðu við náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimsstyrjöldinni þegar komið þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpunnar okkar. Já, svo var það náttúrulega, sem bæti ekki úr skák. Nei. En já, þannig að við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýst svolítið það að aðrir séu hættulegir og við þurfum að vara okkur á þeim. Aðrir eru stór hættulegir. Já, þeir eru mjög hættulegir. Og það gengið mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksyndi. Þú skrifaðir einmitt grein sá ég hvort ESB var í hnignunar fasa. Þú veist að tengja það olíu. Segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta eitt sem kemur mér oft í þessari umræðu og það sem ég finnst pínulegt við það að allir segja, margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun, aðrir kallað hnignun og svo þeir sem tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei, þetta ekki alveg svo slæmt. En mér finnst meira vanta umræða hvað eiginlega að gerast og af hverju, skilur við. Það alveg rétt. Þú tengir þetta hagvexti, einhverju liti? Það alveg rétt sem mann menda á að hagvöxturinn er minni í sögulegu samhengi í Evrópu, hann minni en hann var og hann er minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar. Og engin hagvöxtur í Ítalíu? Já, í Ítalíu engin hagvöxtur búin að vera í 20 ár eða eitthvað svoleiðis. Það ótrúlega staðar? Já. Menn vísa endalaust í þetta en enginn veldi fyrir sér hvers vegna það. Það reyndar það svona ýmsar kenningar en mér hefur alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi. Ein kenning svo sem hendar náttúrulega nýhliðinni mjög vel að þetta sé allt Evrópusambandinu að kenna, sem sagt það þunglamalegt regluverk og slæm efnahagsstjórn og ég veit ekki hvað evran og allt þetta. Bírókratían, lami, frumkvöðla kraftinn og eitthvað svoleiðis, við þekkjum þetta sögu. Skoðum þetta. Hvernig gengur Bretum sem eru nú gengnir út úr sambandinu? Gengur þeim betur í að fá hagvexti? Alls ekki. Það er nákvæmlega sama vandamál þar. Við getum tekið annað dæmi, Japan. Þar hefur verið stöðnun í 20-25 ár líka. Japan tengist Evrópusambandinu ekki neitt. Þannig að, og svo getum við líka skoðað innan sambandsins. Ef þetta var í allt Evrópusambandinu að kenna, þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun, en það alls ekki. Í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið. Það voru tvöfaldast hagkerfi Póllands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandið. Þannig að hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB allt? Það gengur ekki. Svo við getum skoðað aðra kenningar sem ein kenning svo að fólksfjölgun hafi hægt á sér. Það
við eignum færi börn núna og sérstaklega í sumum löndum Evrópu, eins og Ítalíu, nánast engin fólksfjölgun, þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til þess að vinna og búi til hagvöxt. Ok. En hvernig fer það saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi? Það engin skortur á starfsfólki, það mikið atvinnuleysi. Og svo aftur getum við ekki dæmið Pólland. Þar með eitt minnsta fæðingatíðni í Evrópu. Samt hefur verið mikill hagvöxtur þar. Þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítill hagvöxtur. Þriðja kenningin svo að það vantar nýsköpun. En þá spyr maður aftur af hverju vorum við góð í nýsköpun á árunum eftir stríð. Því fyrstu 20-30 árin eftir stríð það var gríðarlegur hagvöxtur í Evrópu. Það var að meðaltali 4% sem alveg út af tvöfalda hagkerfið þitt á 15 ára fresti, eitthvað svoleiðis. Þannig að af hverju vorum við svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í einu dettur allt niður. Það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstaðar á sama tíma, skilur. Þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi. Þetta ekki heldur að það hefur verið slæm efnahagsstjórn því að þessi lönd öll með mjög misjafna efnahagsstjórn. Það ekki eins og það sé bara ein stjórn allstaðar eins. Og það sem gerist ef maður skoðar oljuframleiðslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í oljuframleiðslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleiðslan jókst. En svo verður oljukreppa eiginlega 2 oljukreppur á 8. áratugnum sem verður til þess að allt í einu hættir þessi vöxtur í oljuframleiðslu og það veldur mikla verðbólgu, mikið atvinnuleysi, alveg eins og núna við erum að sjá. Og þetta gerist alltaf þegar oljuverð hækkar, það veldur verðbólgu. Og eftir það þá jafnast hún sig aðeins, oljuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur en ekki næri því jafn hratt og áður. Hún vex kannski 2% á ári eitthvað svoleiðis næstu áratugina eftir oljukreppuna og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt ennþá meiri sem sagt meiri samdráttur í vexti sem það er minni vöxtur, það ennþá vöxtur en miklu minni vöxtur og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu hann fylgir meira og meira þessari þróun og þetta svo sem ekkert skrítið af því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olju við flytjum vörur með vörubílum, skipum, flugvélum sem allt gengur fyrir olju og það að stækka hagkerfi það þýðir bara auka framleiðslu en þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orkugjafan til þess þannig að við ættum miklu frekar að vera velta fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun oljuframleiðsla halda áfram að draga saman og hvernig? Það ekki augljóst í umhverfislegu tilliti? Já, það augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í rauninni raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það. Það svolítið vandamálið. Og þetta þýðir að í rauninni þetta mun gerast hvort sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfræðinnar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálf sé ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og Evrópusambandið.
En sko, í spursmálum upp í hádegismóum og þegar maður hlustar á mokamennina sko búti sjónvarp, þá eru þeir ofta að bera saman Bandaríkjunum og Evrópu. Þeir segja að hagvöxtur sé meiri í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu Sputnik fyrirtækin, nýsköpuna fyrirtækin. Þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu. Umfram það sem að þú ert að segja, sem sagt. Er þetta bara röglega? Já, aftur svona sannleikskorn í þessu. Það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. En þá aftur spurning af hverju. Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína oljuframleiðslu á aðeins 5-6 árum frá 2010, 2015 eitthvað svo leys. Auðvitað ef þú ætlar að skilur tvöfalda þína oljuframleiðslu og ætlar að vera aftur fyrsti oljuframleiðandi í heimi, það auðvelt að búa til hagvöxt þannig. Í smá stund. En þetta algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar. Hversu lengi það endast síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun, alltaf líka svolítið stór spurning. Þannig að, það getur bent á það, en jáfnvel þó við hefðum viljað gera eins og Bandaríkjamenn, þá erum við í Evrópu ekki með þessa oljuauðlind. Þannig að við getum ekki gert það. Við erum með smá olju í Norðursjó. Framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000. Helming. Og þetta ekki nema lítill hluti af því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða hana í Norðursjó. Þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju. Þannig að þetta engin töfralausn náttúrulega. Og svo má líka bæta við náttúrulega að hagvöxtur í sjálfu sér segir ekki alla söguna. Í Bandaríkjunum þá held ég að það séu mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt, af því það mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu. Til dæmis með gervigreindina, þá það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið OpenAI, minna ég, sem hafa verið að þú veist, þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott, en þú veist, almúginn í Bandaríkjunum ekkert betur sett út af OpenAI heldur en áður. En verða þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur, til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu, það verður komið eitthvað annað í staðinn, að einhverju leyti, mun þetta þýða núna einhver áratugi, þá sjáum við bara fram á samdrátt og að hægja á öllu. Já, góð spurning. Þá allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi. Við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem vex. Þannig að svo lengi sem það hagvöxtur, það þýðir að allt gengur vel. Ef ekki þá það óheilbrigt. Og þetta svolítið vandamál í sjálfu sér. Þetta svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel, þá ætlum við að vigta hana einu sinni á ári, og ef hún að þyngjast, það þýðir henni gengur vel. Það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn, af því barn þarf að vaksa, þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra. En svo þegar þú ert komin yfir 20 ára, þá það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni mannesku, hvort hún sé að verða þyngri og þyngri, það öfugt. Og þetta svolítið sama vandamál með hagkerfið. Hagkerfið sem að vex endalaus, það hagkerfið sem þarf sífellt á meiri orku að halda. Og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti, það þýðir þvert á móti við þurfum að draga úr orkunotkun, þannig að þetta fer ekki saman. Og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaksa, annars gengur okkur ekki vel. Og það ekki auðvelt, en við þurfum að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu. Og svo varðandi lífsgæðin, að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði eingöngu út frá kaupmætti, hvað við getum kaupt mikið af hlutum. Og ef við heldum að gera að mæla þannig,
þá alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna af því að minni olía mun óhjákvæmilega þýða minna af alls konar dóti. Getum skoðað í þessu stúdíói hérna, mikrafótnin, hann úr plasti, það olíuafurð, hérna parkettið, það úr olíuafurð, málning, það olíuafurð, það alls staðar olía í þessu og svo þetta allt flutt inn með dækjum sem nota olíu. Þannig að það alveg ljóst að í heimi án olíu verður ekki eins mikið af hlutum. Nei. Þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað af þessu sem ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án, skilurðu. Mæltum hana heilast þér. En við þurfum að komast úr þessari hugsun sem segir að betra líf þýðir meira af dúti. Síðan hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera Frakki, þú ert hluti á stórþjóð, mjög mannmargt ríki, alls konar menningarheimar eða einsleit pínlítil þjóð, norður raskati hérna ekki alveg ljóst að sko við fórum aðeins inn á svona skautunna upp af umræðunar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, þetta eru tvö ólík mengi. Já. Eða hvað? Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálf tómt eða hálf fullt. Við erum auðvitað ólík en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgu leyti. Og eins og ég horfi á það, þú segir við erum stór þjóð. Það rétt í samanburði við Ísland, þá Frakkland stór þjóð, en í samanburði við Kína og Bandaríkin, þá erum við mjög lítil þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusambandinu. Það vegna þess að allar þessar Evrópuþjóðir eru í stóra samhenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem hafa kannski meira hagsmuni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast lýðræði, mannréttindi, að það undir högg að sækja hvað það varðar. Þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem sameinar okkur, sem gera okkur eins frekar en heitt sem gera okkur ólíka. Já, einmitt. En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum? Ég veit ekki hver að halda því fram. Því haldið fram í Evrópuumræðinni. Það hljóms einn gæi sem dritar hérna því að þjóðar skuldir Frakka séu orðnar alvarlegt mein og bara þeir séu bara gjaldþrota. Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem halda sannleik skort en eru að íkja á sama tíma allt og mikið. Það rétt að það er miklar ríkisskuldir í Frakklandi og aftur við vorum að tala oljukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir oljukreppuna. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu, í Bandaríkjunum líka. Og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtinn að þetta eins og þú Björn að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári, segjum bara 10% launahækkun. Þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við þig, kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilur. Og svo allt í einu hættir launaseðlinn þinn að hækka, launin þín. En þú bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram. Þannig að hvað gerir þú þá? Þá tekur þú lán, skilur, notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svoleiðis til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera. Og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar. Bandaríkjunum líka eru mjög skuldsett. Að menn vilja ekki hárast í augu við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári
og að því stjórnmálamenn eru í því að dreifa sleikjúum, það eru allir að biðja eitthvað meira, skilur, skallalækkun eða hærri bætur eða eitthvað sem það og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að útdeila meira og eina leiðin til þess að þú ert ekki með hagvöxt, það að auka skuldsetningu og það þessi erfiðastu staða sem við erum í en það og þetta henni erfiða staða umhverfismáluna líka stjórnmálamaður sem segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá Nei, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni að menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og passa ekki við svona önnur markmið sem við erum með en aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu þetta er aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki í ESB og eru líka með þetta vandamál þessa mikla skuldsetningu eins og Bandaríkin þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu hluti sem hafa ekkert með ESB að gera. Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði, þetta er bara áróður stríð og það, menn vita betur, það er mikil ósvífni Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að skautun og þetta er akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í lið og það verður svona menningastríð að þá skiptast staðrændir ekki máli lengur. Það er bara hver er duglegastur að berja á anstæðingin skilur og það skiptir ekki máli hvaða rök þú notar til þess bara svo lengi sem þú nú duglur að berja á hinn Svo er ég með annan viðmælanda í dag sem heldur að ef fólk gengur of langt í þessu eins og mogginn sem bara gengur alltaf lengra og lengra þá sé það svona wake up call fyrir lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getur líka gengið oflangt og tapir á því. Já, það er röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt eins og þú segir frekar fælið það fólk í burtu að vera svona harkaleg en aftur á móti má velta fyrir sér hvort þetta fólk sem er með allar þessar ígjur og uppnefningar er ekki aðalega að tala inn í sinn hóp og sínum hópi hvað þau eru dugleg að berja á anstæðingin þetta snýst ekki aðalega það Akkurat og já, það er vandamáli með þessa skautun er að þegar þetta er svona málið er orðið að hápolítísku máli að þá hætta staðreyndir að skipta máli og þá er spurning sem við ættum að velta fyrir okkur er hvernig er hægt að koma í veg fyrir það og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt tæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun þá er ekki víst að það séu svo gagnlegar að því að aðalatriði að við hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðreindum frekar en á einhverju menningarstríði. Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu ef það eru tvær nývefna fylkingar og önnur fylkingin er miklu meiri pening heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið. Já, svo er það líka eins og margir hafa bent á hjá ykkur að það vandar gagnsæi í þessum peningamálum, hver að borga hvað. Þannig að þetta er líka annað vandamál sem við þurfum að skoða vel. Þetta er ekki góðu tími fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæga finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakk búnir til þess að sinna sínu hlutverki á Íslandi í dag. Ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það. Hér eru bara með einn áróðursnepil sem allir eru hættir að taka marka á, skilur við. Bara eitt dagblað, bara svo nefnið það. Já, ég held að sé líka hluti af vandamál hvernig fjölmiðlar fjalla þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala um málin. Ég skildi dæmis ekki af hverju það er svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja
maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur en hjá sumum fjölmiðlum að þetta eins og þetta séu einhverjir guðir sem að vita allt allt og maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nánast bara einhverjir forstjórar eins og þeirra skoðanir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðanir einhvers annars. Ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðanir einhvers forstjóra og Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður átt að segja á því að þau hafa bara mjög lilla þekkingu á ESB yfirleitt. Myndi eftir í hug þá segir þetta, ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á Ríkisútvarpinu og þetta svona einhverjum á milli 2000 og 2007 og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti bara vegna þess að fólk ríkt en ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja. Nákvæmlega. Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar milljónir, mikla peninga en það hafði ekkert að segja og ég hugsaði með mér, hér verið að breyta íslenskri umræðuhefð. Þetta ekki gott, ég ekki hrifinn af þessu. Og mér finnst ágætt að vera að vinna hér því að við reynum að horfa á heiminn að neðan en þetta sem þú ert að segja það þegar forstjórinn horfir niður hefur kannski ekki margt að segja hallar staðreyndum en mjög vinsælt dagskrárgerðar er mjög vinsælt þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðarmönnum og fréttamönnum og ég ætla að hrósa ykkur fyrir það að detta ekki í þessa gildru en ég held að þetta endurspegla svolítið kannski okkar menningu við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk eða kannski bara út af því það á peninga ég veit ekki hvað það nákvæmlega en þú getur verið góðu viðskiptum og vitað ekki neitt ESB eða eitthvað annað mál skilur við þannig. En líka sorglegt að þegar ég var ungur bara förum aftur til útskriftarársins míns sem var 1985 útskriftarársins úr menntaskóla að þá fannst mér heimur vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann þá hugsaði maður með sér rosalega þetta falleg mynd og maður bara alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd punktur. Núna 2026 verður þetta listaverk ekki neitt nema sem komið vermið á það og ef það kostar 150 milljónir þá þetta geðveikt flott hjá listamanninum en annars fær það litla sem enga athygli. Þetta er bara staðrind heimurinn bara fór í þess átt og við þurfum einhvern veginn að ná að vinda ofan þessu. Akkúrat og þetta er líka hluti af þessu sem við erum að glíma við þessara menningu þar sem að við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn. Akkúrat. Og þetta er líka það sem veldur þessum umhverfisvandamálum er að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum við að eiga mikið af penningum og hlutum. Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heilafrumur þess. Já, það ætti að vera þannig. Og orðin, og hvernig það tjáði sig. Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig. Þú ert augljóslega með mjög flottara heilafrumur, mjög flottar. Ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel. Viltu segja ykkur það í einni málskræn? Já, í stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni. Að ég var alltaf áhuga saman tungumál og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska eða þýska eða annað og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fæddur í fjölskyldu sem að styddi mann í náminu og gat hjálpað manni og sem að gætti maður áfram skilur að það hefur líka áhrif að manni gengur síðan betur og maður hefur meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjálf til þess að manni gangi vel í náminu þannig að kannski þetta tvent áhuginn og hefnin. Og þetta minnur okkur á það að þakklætið er ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklátt og muna að við gerum ekkert það er alltaf
einhverju aðri sem að hjálpa manni. Frábær loka orð, Jean-Rémy Serrer, kæra þakki fyrir komuna og gangið er vel með hérna bara allt, gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla. Mjög gaman. Ég vona að þið hlustendur áhörundur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar af mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti. Það er komið að leiðarlokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki, öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum. Kærlega fyrir stuðningin og samveruna. Verið sæl.